Kæru sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri, starfsmenn fundarins og aðrir áheyrendur. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þessa fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar nr. 225 og segi fund hér með settan. Til fundarins að þessu sinni eru mættir aðalmenn Guðveig Eyglóadóttir, Silja Eyrún Steingrímsdóttir, Guðmundur Freyr Kristbergsson, Finnbogi Leifsson og sú sem hér tala Lilja Björg Ágústsdóttir sem einnig stýrir fundi. Varamenn að þessu sinni eru Sigrún Ólafsdóttir í fjarveru Davíðs Sigurðssonar, Logi Sigurðsson í fjarveru Magnúsar Smára Snorrasonar og Friðrik Aspelund í fjarveru Halldóru Lóu Þorvaldsdóttur. Starfsmenn fundarins eru Þórdís Sif Sigurðardóttir sveitarstjóri og Flosi Sigurðsson sviðsstjóri sem einnig ritar fundargerð. Forseti óskar eftir að gera breyting á dagskrá frá því að fundarboð var sent út. Liðurinn ársreikningur 2021 sem upphaflega var undir lið 7 í fundarboði hefur verið færður upp undir lið 2 og breytast í aðri töluliðir þar fyrir neðan til samræmis við það og biðja fundamenn sem samþykkja framkomna breytingu vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. En þá er okkur ekkert að vanbúnaði og göngum því til dagskrár. Á dagskránni eru að þessu sinni 26 liðir og við hefjum leik að venju á skýrslu sveitarstjóra. Gjörðu svo vel Þórdís Sif. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur og gestir. Það er ýmislegt að gerast hjá okkur í sveitarfélaginu í dag eins og fyrri daginn og ég ætla að fara núna yfir svona minnisblað sem varðar svona púntavarandi þau helstu atriði sem eru í gangi í dag og svona næstu daga. En eins og flestir vita þá tókum við á móti rúmlega 30 gestum frá Úkraínu á Bifröst, hérna þetta er samstarfsverkefni Borgarbyggðar og annarra hagaðila, Bifrastar og Rauða krossins. Og hópurinn er búinn að koma sér virkilega vel fyrir og það er ekki annað en að sjá þessu sátt með þetta tímabundna húsnæði og þá vernd sem við erum að veita þeim á þessum stað frá þeim hörmungum sem eru í þeirra landi. Þau geta verið hér í alltaf 12 vikur og meðan unnið að því að finna vanalegt búsetuúrræði fyrir þau, varanlegt húsnæði. Núna rétt áðan var tekið á móti það bil 30 einstaklingum í viðbót og þetta er bara mjög fjölbreytt fólk. Þetta er bara fólk eins og við og þið með börn, einstaklingar, pör og fjölskyldur. Þannig að það er ótrúlega gaman að fá að kynnast þessum nýju íbúum okkar. Já, og þessi móttaka er náttúrulega bara stórt og umfangsmikið verkefni sem hefur alveg tekið svolítið, sem við höfum lært mikið á. Við erum búin að fá ráða verkefnastjóra, félagsráðgjafa og starfsmenn á vaktir á Bifröst og bara þessum hóp að takast rosalega vel að taka á móti þessum nýju gestum. Og það er búið að vera ómetanlegt að fá að taka þátt í þessu verkefni og taka á móti gestunum með opinn arm og bjóða upp á þetta öryggi sem við getum boðið upp á. Þetta öryggi og þessi hlýja sem við erum að bjóða upp á hefði ekki verið hægt nema fyrir ykkur sveitarstjórnarfulltrúa og íbúa. Og ég vil þakka ykkur sérstaklega fyrir og ykkur kæru íbúar fyrir ykkar framlag hingað til og það sem í bígerð. Að frábært að finna hvað eru margir reiðubúnir til að leggja sitt á vogarskálarnar. Margir sem brugðust við ákalli sveitarfélagsins að það vantaði bara ýmislegt til þess að fegra og gera heimilið heimilislegra til þess að sinna þörfum mismunandi einstaklinga og núna nýlega sá ég bara það verið að svona hugsa að safna fyrir jógadínum, en það eru þau farin að stunda núna jóga og líkansrækt bara eins og í þessari góðu aðstöðu sem upp á Bifröst. Núna í lok mars, 22. mars, þá var íbúafundur skólastefnu sveitarfélagsins hérna í Hjálmakletti. Fundur var mjög vel sóttur, eða 80 manns sem mættu, bæði rafrænt og í eigin persónu. Og það var svo skemmtilegt að það var hópavinna 8 borðum hérna í salnum og svo var einn hópur sem var í Teams. Þannig að þar var hópurinn í samræðum, þannig að þetta var svona gagnvirkt hjá þeim líka, ekki bara þannig að þau hefðu verið að hlusta á innleggin. Og næsta skref er svo að það verið að vinna úr þessum punktum og vinna úr bara verkefnum
og þeim upplýsingum sem aðilarnir sem standa að skólastefninu og hann Ingvar hefur safnað saman og verði skólastefnu lögð fram á næsta fundi sveitarstjórnar. Í þessum og næsta mánuði verið að stofna nýsköpunarmiðstöðvar eða setur og við tókum þátt í að stofna sjálfseignarstofnun nýsköpunarnet Vesturlands en stofnfundur þess fór fram í Breiðinni á Akranesi í síðustu viku og voru kynnt helstu verkefnin og hvernig þetta fór allt saman fram. Nýsköpunarnetið fyrir alla, fyrirtæki, stofnanir, sveitarfélög og einstaklinga og tilgangur netsins að tengja saman hagsmunaaðila, aðstoða við styrkumsóknir, veita upplýsingar styrki hjá öðrum aðilum og vera faglegur stuðningur. Hitt nýsköpunarverkefnið stofnun nýsköpunar- og þróunarsetur sem hefur verið í bígerð í svolítinn tíma. Þar sem háskólanir okkar að koma saman og stofna þetta nýsköpunar- og þróunarsetur og var okkur boðin þáttaka í því verkefni og höfum við tekið ákvörðun að vera stofnaðili og félagið verið stofnað opinberlega eða stofnað formlega í maí. Í gær vorum við á fundi við framkvæmdaráði, á fundi með fulltrúum Skorradalshrepps vegna samninga þá þjónustu sem Borgarbyggð veitir Skorradalshreppi og íbúum sveitarfélagsins. En samningarnir hafa verið lausir frá því í upphaf árs 2021 og hafa samningaviðræður gengið upp og ofan hingað til og frekar hægt. Fundurinn í gær gekk nokkuð vel og áætlum við annan fund í næstu viku, en markmið okkar í Borgarbyggð að Skorradalshreppur og greiðslunar frá Skorradalshrepp endurspegla lágmarki raunkostnað við veitingu þjónustunnar. Og þetta það sem kemur fram í bókun byggðarráðs frá því í þar síðustu viku. 27. apríl næstkomandi, þriðjudaginn 27. apríl, þá ætlum við í Borgarbyggð að standa fyrir atvinnumál á þingi og það atvinnumarkaðs- og menningarmálanefnd sem frumkvöðlun að þessu, eða framkvæmdaraðili að þessu og það verður einblínt á framtíðarsýn og áhrif af þætti í þróun atvinnulífs á Vesturlandi og hvernig við getum nýtt þau tækifæri sem í sjónmáli. Við förum yfir stöðu atvinnumála í sveitarfélaginu, veitum innsýn í þá grósku sem til staðar í nýsköpunum og öðrum þáttum og förum yfir helstu verkefni varðandi atvinnuhúsalóðir, íbúðalóðir og hvernig það getur skilað okkur og hvernig við sem íbúar og íbúar sveitarfélagsins viljum sjá þetta. Það verður líka farið yfir aukin atvinnutækifæri sem hafa skapast kannski líka bara með svolítið COVID og þeim tækniframförum sem hafa verið undanfarið og þetta sem við köllum í daglegu tali störf án staðsetningar eða að maður geti tekið starfið með sér heim eða í hvert land sem eða hvert í heiminum sem En með tilkomi nýrra atvinnuhúsalóða sem verið að klára í breytingu deiliskipulags, þá sjáum við líka mikil sóknarfæri í atvinnuþróunarmálum og þetta loksins erum við komin á þann stað að við getum farið að vinna í því að áætla hvernig fyrirtæki viljum við fá til okkar og ná þeim. Taka þetta samtal við fyrirtæki, stofnanir og vinna þetta á þeim grunni þar sem við erum komin með atvinnuhúsalóðir og svo líka í byggingu íbúðar húsnæði og vonandi bara gerist meira í því bara núna á næstu mánuðum. En við erum alveg að sjá niðurstöðu eða árangur þeirra verkefni sem við höfum verið í undanfarið varðandi byggingu íbúðar húsnæðis, en við höfum verið að nýta okkur ákvæði heimildi sveitarfélagsins til þess að pressa á lóðarhafa til þess að halda áfram með byggingu sinna húsa. Á eftir þá tökum við gæðastefnu sveitarfélagsins fyrir og hún verður lögð fram til samþykkis. Gæðastefnunni fylgir gæðahandbók og þetta fyrsta útgáfa gæðahandbókar Borgarbyggðar. Gæðahandbókin verkefni sem við hefum lagt gríðarlega miklu vinnu í undanfarna mánuði við hjá sveitarfélaginu.
og það eru 47 samþykktir verkferlar í þessari gæðahandbók. Flestir verkferlarnir eru samþykktir af framkvæmdaráði sveitarfélagsins en framkvæmdaráð skipa sveitarstjóri og sviðsstjórar. En einstakir verkferlar eru lagðir fyrir byggðaráð. Og það eru verkferlar eins og verkferlum framkvæmdir á vegum sveitarfélagsins og verkferlum viðauka við fjárhagsáætlun. En þetta eru verkferlar sem koma bara skipulagi sveitarstjórnar og nefnda mjög mikið við og gríðarlega mikilvægir verkferlar til þess að fara eftir til þess að við pössum upp á það að unnið sé rétt að málum og fari rétt með fjármagn. Það er hér að ræða mikið framfaraskref í stjórnsýslunni en eins og margir vita hefur þetta verið okkar stærsta markmið síðan að það var gerð stjórnsýslu úttekt árin 2019 til 2020 sem var skilað 2020 og einmitt tekið bara töluverðan tíma. Það hefur orðið mikil breyting á þessum 2 árum frá því að skýrslan eða þessi stjórnsýslu skýrsla var gefin út af því að stjórnsýslu úttektin sýndi það að við þurftum að bæta okkur. Þurftum að bæta skipulagsmálin og þurftum að bæta þjónustuna utanumöldunum skjöl og móttöku erinda og annað slíkt. Þannig að það var gerð þessi stjórnsýsluúttekt, síðan var unnið að tillögum að skipulagsbreytingum og mikið nýjar mannaráðningar og nú eru helstu verkferlar stærstu og mikilvægustu verkefnin okkar tilbúnir og erum við bara uppskera svolítið núna með þessu. Í framhaldi af þessu getum við þá náttúrulega farið að vinna meira öðrum málum. Við erum að klára ákveðin skipulagsmál, við erum að klára þessar atvinnuhúsalóðir sem ég sagði frá áðan. Það eru ákveðnar íbúðarhúsalóðir og deiliskipulag nýjar íbúðarhúsalóðir sem eru í farvatninu. Og svo er hönnunarsamkeppni sem við erum hrinda af stað og ákveðum að taka fyrir í byggðaráðin í næstu viku skipun í dómnefnd. Við tökum fyrir samning hönnunarsamkeppni við arkitektafélagið og stillum upp nákvæmlega hvernig samkeppni þetta verður. Hvort þetta verður hönnunarsamkeppni eða framkvæmdarsamkeppni, en það eru smá faglegur mismunur á þessum samkeppnum. Og þetta verður bara klárað, eða við áætlum að halda íbúafund með íbúum sveitarfélagsins þar sem þau geta koma á framfæri síðum skoðunum hvað eigi að vera í þessu verkefni. Þetta er hönnunarsamkeppni hverfi handan Borgarvogs. Þannig að það er bara gríðarlega spennandi tímar framundan og núna meiri áhersla og meiri tækifæri og geta til þess að sækja fram. Þannig að við erum bara komin þangað. Slökkviliðið okkar er í sífelldri þróun og síðustu helgi luku 19 nýliðar 6 mánaða æfingaferli slökkviliðsins. Þannig að það var verið að útskrifa 19 nýliða úr slökkviliði Borgarbyggðar. Og þetta er næstu jafn stór hópur, ekki alveg, og er nú þegar á útkallslista og þessi hópur er núna komin á útkallsskrá. Það er gaman að segja frá því að í fyrsta skipti, allavega í töluverðan tíma, þá og ég veit ekki hvort ég held að þetta sé í fyrsta skipti, sem það eru konur sem eru í slökkviliðinu. Og það var töluverður stór hluti hópsins sem eru konur, allavega 5-6 konur eða fleiri. Í árslok 2021 kom upp svo hugmynd að bjóða ungmennum frítt í sund sem lið í heilsueflingu sveitarfélagsins. Og Borgarbyggð er heilsueflandi sveitarfélag, barnvænt sveitarfélag og er þetta liður í þeirri vegferð að stuðla að bættri heilsu, lífsgæðum og vellíðan. Það er þannig að frá og með núna í apríl þá fá öll ungmenni yngri en 15 ára eða í 10. bekk og undir frítt í sund í sveitarfélaginu. Ungmenni sem vilja fá þessa gjöf geta farið í íþróttamiðstöðvarnar, látið stofna fyrir sig kort sem gildir frá 1. apríl til og með 31. mars 2023 og er skilyrði að ungmennin séu með lögheimili í sveitarfélaginu. Það er ekki bara uppskera hjá okkur í stjórnsýslunni með tilkomu gæðahandbókarinnar, heldur líka í grunnskólum og leiklistaskólum sveitarfélagsins.
Árshátíðir grunnskólana voru haldnar í síðustu viku og var bara mjög gaman að fá að sjá og taka þátt í svona undirbúningnum að því. Og söngleikjadeild tónlistarskólans stóð líka fyrir leikriti og setti upp leikriti Bróðir minn Ljónshjarta í tónlistarskólanum. Lokahátíð stóru upplesturarkeppninnar fór jafnframt fram í lok mars og var það bara mjög flott þáttaka þar og flottir nemendur sem við eigum. Og svo voru ungmennin okkar líka á ungmennaþingi Vesturland sem var haldið rétt eftir síðasta sveitarstjórnarfund. Það voru 6 sveitarfélög sem sendi fulltrúa á þingi og þar á meðal Borgarbyggð og ótrúlega gaman að sjá þessi ungmenni vera að taka þátt í svona málefnum varða sveitarfélögin og bara svona þessari pólitík og velta fyrir sér hagsmunum sveitarfélaga, íbúa og þeirra sjálfra. Svo eru bara kosningar og við erum múin að vera að vinna að því að finna nýja fulltrúa í kjördeildir, kjörstjórnir, þar sem að það eru ný ákvæði hæfi fulltrúa kjörstjórna, undirkjörstjórna og yfirkjörstjórna og þetta að sleppa til í okkur. Við erum að ná að manna þetta en það alveg ótrúlega þessi hæfiskilyrði sem eru núna. Það hæfiskilyrði sem að tengjast þér eða þú getur sérst ekki tekið þátt út orðin vanhæfur og þú átt ættingja í beina lið upp og niður og einn til hægri, einn til vinstri eða þú veist einn til hliðar og líka ef þú ert meðmælandi á einhverjum framboðslista þá getur þú ekki verið í kjörstjórn. Þannig að það búið að vera svona svolítið mikið vinna núna að finna fólk en við auglýstum líka eftir fólki til þess að bjóða sig fram, fengum mál fullt á nöfnum og þökkum kærlega fyrir bara góð viðbrögð þar. Ég ætla bara að segja þetta gott í bili. Takk fyrir mig. Takk fyrir þessa yfirferð Þórdís. Ánægjulegt að sjá hversu mikið að vera hjá sveitarfélaginu og þau eru náttúrulega mörg og ærin verkefnin. En við skulum vinda okkur yfir í næsta dagskrárlið sem dagskrárliður 2 og hann ber heiti Ársreikningur 2021 og liðurinn númer 22041010. Þar verður lagður fram ársreikningur fyrir sveitarfélagið 2021 og ég ætla að biðja hana Halldóru Pálsdóttur frá KPMG sem gestur okkar á þessum fundi að koma og fylgja ársreikningnum úr hlaði. Gjörðu svo vel, Halldóra. Forseti, fundarmenn og aðrir áhorfendur, takk fyrir að taka á móti mér. Ég ætla að reyna að fara yfir ársreikninginn og þess að dreifa hérna mér. Kannski bara byrjum aðeins á blaðsíðu 3, þar sem skýrsla á áritun sveitarstjóra og sveitarstjórnar. Þar bara svona samantekið helstu niðurstöður og svona kannski það sem hefur verið í ársreikningnum núna undanfarin ár sambandi við COVID-19 heimsfaraldurinn og áhrif hans á rekstur sveitarfélagsins. En þau voru sem betur fer á árinu 2021 óveruleg. Þannig að ekkert meira þá skýrslu að segja og við förum svo bara yfir á blaðsíðu 6 og það sem rekstrarreikningurinn og við byrjum bara á að fara aðeins yfir A-hlutann fyrst. Og þar eru útsvar og fasteignatekjur, þær eru rétt tæplega 2,8 milljarðar sem nánast á pari við fjárhagsáætlunina og hækkun 214 milljónir frá fyrra ári. Framlög jöfnunarsjóði þau eru bara mjög svipuð, örlítið hærri heldur en áætlunin gerði ráð fyrir. Aðrar tekjur að hækka 86 milljónir á milli ára og heildarrekstrartekjur sveitarfélagsins eru 4.390.000 milljónir fyrirgefiði sem hækkun 307 milljónir frá fyrra ári eða 7,5%. Laun og launatengd gjöld þau eru bara á áætlun og hækka 9% frá fyrra ári eru 2,6 milljarðar.
Breytingin á lífeyrisskuldbindingunni er þarna 274 milljónir en áætlun gerir ráð fyrir 80 milljónum og það er ástæða fyrir breytingun sem urðu á útreikningi hennar og ég kannski fer bara aðeins betur yfir þá eftir þegar ég fer yfir drög að endurskoðunarskýrslunni. Ástæðuna fyrir þessum breytingum en þessi breyting kom inn mjög seint á árinu, eða bara í lok árs 2021 þannig að það var ekki hægt að bregðast við því með gerð áætlunar eða viðauka við áætlun. Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir eru 120 milljónir, afskriftir eru af rekstrarfjármunum eru 144 milljónir, eru aðeins hærri heldur en áætlun gerir ráð fyrir og er það ástæðan fyrir því að það er að koma inn mjög seint á árinu 2020 fjárfestingar sem hafði ekki verið gert ráð fyrir í áætlun. Fjármálatekjur og fjármagnsgjöld eru 62 milljónir. Ástæðan fyrir hækkunum þeim er bara aukin lántaka á árinu 2020 er kannski vega þyngstar inn og eins lántaka núna 2021. Þannig að rekstrarniðurstaða A-hluta er 85,8 milljónir sem eru 90 milljónum krónum lakari heldur en áætlun gerði ráð fyrir. En þar vegur náttúrulega mest þessi hækkun á lífeyrisskuldbindingunni. Síðan ef við förum bara í þá A- og B-hlutann, þarna hægra megin, að þá er svo sem ekkert rekstrartekjurnar. Rekstrartekjur eru 4,9 milljarðar, voru 4,6 tæpir í fyrra. Þannig að það er hækkun 348 milljónir á milli ára eða 7,6%. Aðrar tekjur eru að hækka þarna 100 milljónir á milli ára. En annað svona í nokkuð góðu jafnvægi og útsvarstekjurnar þær hækka 217 milljónir á milli ára. Síðan er það þá laun og launatengd gjöld. Það eru rétt undir áætlun og það er eins og í A-hlutanum. Það er 9,3% launahækkun á milli ára sem er bara svolítið í takt við launavísitölu. Rekstrarkostnaður, hann er 75 milljónir krónur lægri heldur en áætlun gerir ráð fyrir og hækkar 40 milljónir frá fyrra ári. Afskriftirnar eru 192 milljónir, rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir eru 214 milljónir tæpar, afskriftir rekstrarfjármuna eru 192 milljónir, fjármunatekjur og gjöld eru 114 milljónir, hlutdeild minnihluta í afkomunni eru 2,6 milljónir og rekstrarniðurstaða neikvæð fyrir samstæðuna er 89,8 meðan var gert ráð fyrir 22 milljónum neikvæðri. Þetta er sama og ég bara sagði ykkur áðan með A-hlutann að þarna vegur hæst lífeyrisskuldbindingin. Nú held ég að sé ekki meira rekstrarreikningin að segja. Síðan ef við förum bara yfir á blaðsíðu 7, það sem efnahagsreikningurinn er og þar eru ég ætla bara að horfa á samstæðuna þar. Þar eru rekstrarfjármunirnir, varlegu rekstrarfjármunirnir, þeir eru að hækka 402 milljónir á árinu og það eru framkvæmdir upp á 545 milljónir, innheimt gatnagerðargjöld sem koma til lækkunar eru 28 milljónir og afskriftir 192 milljónir. Eignarhlutar í félögum, þar sveitarfélagið jók eignarhlut sinn í Reiðhöllinni á árinu 8,5 milljón og einnig var færð niðurfærsla á eignarhlutnum en þetta kemur ekki fram í samstæðinu heldur bara í A-hlutanum. Þannig að það er óbreytt staða og svo var seldur einhver lítill eignarhlutur. Langtímakröfurnar þær fara örlítið hækkandi á árinu sem er bara verðbætur. Það er eina langtímakrafan er vegna út af leigunni á Brákarhlíð en langtímakrafa Orkuveitunar var greidd upp á árinu. Þannig að fastafjármunir eru 9 milljarðar, hækka rúma 400 milljónir frá fyrra ári og síðan eru það veltufjármunir. Þar er óinnheimtar tekjur, þær eru 530 milljónir en þar er búið að taka tillit til tapsáhættu óinnheimtra tekna og hafa þar verið færðar niður og þið sjáu það nánar í skýringu 12, sem sagt breytingun á því. Síðan er það bara handbarafé, það hækkar 242 milljónir á árinu
en hlutur menntaskólans í handbarafénu eru 141 milljón og reiðhöllin með 15 milljónir. Þannig að eignir eru samstæðunar eru samtals 10.108 milljónir sem hækkun tæplega 700 milljónir frá því í fyrra. Síðan ef við förum svo yfir á skuldahliðina, að þá þar svo sem þar lífeyrisskuldbindingin, þar mikil hækkun á henni frá fyrra ári og fer betur yfir það á eftir. Lántaka var á árinu upp á 500 milljónir og áborgunar langtíma lánum á árinu 303 milljónir og það svo sem ekkert annað þarna sem við þurfum að fara sérstaklega yfir. Síðan það þá blaðsíðu 9, að þar sjóðstreymisyfirlitið og ef við byrjum þar á A-hlutanum, að þá veltufé frá rekstri þeir búið að taka tillit til rekstrarliða sem hafa ekki áhrif á fjárstreymið, að þá það 473 milljónir en var 320 í fyrra og töluvert hærra heldur en áætlun gerði ráð fyrir. Handbært fé frá rekstri þegar við búið að taka tillit til breytinga á rekstratengdum eignum og skuldum 374 milljónir og það í rauninni það sem að sveitarfélagið hefur til að ráðstafa í fjárfestingar og standa undir skuldbindingum. Fjárfestingarhreyfingarnar voru 369 milljónir og þar af fjárfesting í varanlegu rekstrarfjármunum 462 milljónir. Fjármögnunarhreyfingarnar eru 209 milljónir, það lántaka þarna upp á 500 milljónir og áborgunar langtímalánu 244 milljónir og þannig að þá hækkun á handbæru fé upp á 215 milljónir tæpar og handbært fé árslok fyrir A-hlutan eru 289 milljónir. Fyrir A- og B-hlutan að þá veltufé frá rekstri 528 milljónir sem töluverð hækkun frá síðasta ári og einnig hærra heldur en áætlun gerði ráð fyrir og handbært fé frá rekstri eru 502 milljónir samanborið við 400 milljónir í fyrra og þannig að það 502 milljónir sem til ráðstöfunar og fjárfestingarhreyfingarnar að taka til sín 432 milljónir og var engin lántaka í B-hlutanum og áborganar langtímalánum 303 milljónir, þannig að fjármögnunarhreyfingar eru 172 milljónir og hækkun á handbæru fé því 242 milljónir og handbært fé í árslok því 448 milljónir. En eins og ég sagði áðan að þá reiðhöllin og menntaskólinn þar með 157 milljónir. Og síðan bara í skýringu 7 svona sem ég langar bara að benda ykkur á blaðsíðu 13 að þar sem sagt svona heildar yfirlit yfir reksturinn og þar niður á málaflokka og með sem sagt til samanburðar áætlunina 2021 og fyrra árstölur. Síðan kannski líka til viðbótar skýring 8b að þar sundurliðun á fjárfestingum í varanlegu rekstrarfjármunum á árinu 2021. En ég ætla ekki að fara nánar út í það. Þannig að það spurning viljið að ég taki endurskoðunarskýrslunni í framhaldi eða viljið þið taka einhverja taka það með núna líka? Já. En já, ég með hérna svona drög að endurskoðunarskýrslunni og það sem sagt endurskoðun svona við það að ljúka, þannig að við erum svona komið með stóru myndinni í þessu. En þannig að það svona helstu niðurstöður sem ég vil bara svona fara yfir með ykkur. En endurskoðun unnin í samræmi við alþjóðlega staðla endurskoðun og við munum árita ársreikningi með fyrirvaralausri áritun þegar að sveitarstjórn hefur samþykkt hann og undirritað og mál sem að koma síðar fram í skýrslunni eru frágengin. Síðan bara svona varðandi á blaðsíðu 3 bara svona það varðandi bara gæði og gæðastaðla sem að við vinnum eftir í varðandi endurskoðunina. Og síðan á blaðsíðu 4 þar erum við með niðurstöðu endurskoðunar. Þar erum við með, það áherslurnar í endurskoðunni og áherslan á innra eftirlit og sniðgöngu stjórnenda, stjórnsýslu endurskoðun og svo önnur atriði. Veikleikar í innra eftirliti og þar kom fram einn verulegur veikleiki
sem aðskilnaður starfa ekki fullnægjandi, en þetta eitthvað sem stjórnendum fullkunnugt og við bregðumst við með ákveðnum skoðunum til að koma til að sjá hvort að það sé ekki allt í lagi og það engar athugasemdir þar. Við upplýsum alla óleyfða mismuni og skekkir sem fara yfir ákveðin mikilvægismörk og það engir óleiðréttir mismuni sem komu fram við endurskoðunina. Varðandi stjórnsýsluskoðunina okkar að þar voru engir verulegir veikleikar sem komu fram í könnuninni og það sett fram sérstök skýrsla til stjórnenda þar sem komið fram ábendingum. Og umfang endurskoðunin nær yfir bara samantekin reikningsskil á B-hluta en undir hann falla sveitarsjóður, stofnanir og fyrirtæki þess samanber 61. grein sveitarstjórnarlaga. Og svo farið yfir bara þau mál sem ófrágengin og við munum klára okkar áritun samhliða að það klárast að það staðfestingarbréf stjórnenda sem bara hefðbundið staðfestingarbréf, afgreiðsla á áritun sveitarstjórnar í seinni umræðu og undirritun endurskoðenda á ársreikninginn og svo þá verður endurskoðunarskýrslan gefin út í endanlegu formi. Það var orðið sem var að leita. Við setjum okkur ákveðin mikilvægismörk og við tilkynnum alla mismuni sem yfir 7,2 milljónum. Það sem við metum sem ásættanlega skekkju á ársreikningi og það engir, eins og ég sagði áðan, engir mismunir sem þarna koma fram. Síðan ég ætla nú ekki kannski að þreyta ykkur á, en það svona, í skýrslunni förum við yfir áherslur í endurskoðun, niður á þá liði, þetta innra eftirlit á fjárhagskerfi, möguleg sniðganga stjórnenda, stjórnsýsluskoðunin og síðan það þessir helstu liðir í ársreikningnum, rekstrartekjurnar, laun og launatengd gjöld, annar rekstrarkostnaður, varanlegir rekstrarfjármunir og stofnframlög og eignarhlutir í félögum og fleiri liðir sem við höfum yfirfarið og gert okkar greiningar og kallað eftir staðfestingum frá þriðja aðila, bæði vegna útsvars og framlögum frá jöfnunarsjóði, frá lánastofnunum vegna handbærsfjár og langtímalána. En mig langar aðeins að fara yfir með ykkur sambandi við lífeyrisskuldbindinguna og það tafla í skýrslunni þar sem kemur fram það sem í rauninni bara leitt út breytingin á lífeyrisskuldbindingunni. En það var bara í árslok að þá kemur staðfestir ráðherra nýjar dánar- og eftirlifandatölur sem nota skal við þennan útreikning og þær byggja bara á nýjustu upplýsingum dánatíðni og spáu lækkandi dánatíðni og bara þessar breytingar leiða til hækkunar á skuldbindingu sveitarfélagsins 6,4%. Og síðan líka breytingar á hlutfalli launagreiðenda í kjölfar endurútreiknings tryggingastarfsfræðingsins sem leiða til að áætlað hlutfall var 53% en eftir samkvæmt endurútreikningi það 58,5% sem leiðir til þessarar breytingar. Þannig að breytingin að hækka nettó 238 milljónir. Já, og síðan kannski bara lokum varðandi málaferli, það aðrar áherslur, það og köllum eftir skýringum frá köllum eftir lögfræðibréfi frá lögfræðingum sem hafa unnið fyrir sveitarfélagið á árinu og þar eitt mál sem bara beðið fyrirtöku í Landsrétti vegna máls fyrrverandi sveitarstjóra. Síðan það aðrar upplýsingar sem okkur skylt að veita sveitarstjórn við lok endurskoðunar og við höfum greint stjórnendum frá, kannski bara fer yfir helstu liðina, að við höfum greint stjórnendum frá helstu veikleikum í innra eftirliti sem komu fram við endurskoðunina. Áritunin okkar verður fyrirvaralaus, ekki hafa komið upp brot á óhæðisreglum við endurskoðunina. Endurskoðunarteymi og aðrir hjá KPMG sem að tengjast endurskoðunni hafa fylgt siðareglum óhæði
og farið var yfir helstu niðurstöður endurskoðunar með stjórnendum og ekki komið fram atburðir eða aðstæður sem gætu vakið verulegar efasemdir getu sveitarfélagsins til að halda áframhaldandi rekstrarhæfis. Og svo kannski bara hérna svona, síðan aftast í skýrslunni hérna viðaukar og þar sem við erum að draga fram, og það kannski á blaðsíðu 26, að það svona mjög skýr mynd, sýnir það mjög skýrt hver í rauninni uppsafnaði greiðsluafgangur til næstu 4 ára eða ófjármögnuð fjárþörf samkvæmt áætlununum. Og síðan rekstrarjöfnuðurinn á hverju 3 ára tímabili þarf hann að vera jákvæður, og það hérna 2021 til 2023 sem að samkvæmt fyrirliggjandi áætlunum að hann verður neikvæður 34 milljónir á B-hluta. Og já, ég held að þetta sé kannski bara svona, sé ekki að þreyta ykkur meira á yfirferðina þessu. En já, kannski aðeins bara í lokin varðandi skuldaviðmiðið, það var 59% núna í árslok. Það er aðeins lægra heldur en í fyrra, 1% lægra en í fyrra, en samkvæmt fyrirliggjandi áætlunum til næstu 4 ára þá gert ráð fyrir að það fari hæst í 86% á árinu 2023 og fari síðan lækkandi. Síðan kannski bara aðeins í restina að það eru breytingar í verndum. Á árinu 2021 voru gerð breyting á reglugerð 12/2015 bókhald fjárhagsáætlunar og ársreikninga sveitarfélaga, og sveitarfélögunum var heimilt að fresta að taka breytinguna inn í ársreikninginn, máttu fresta þessu 1 ár, en kannski vil vekja athygli á því að fyrir 1. júní núna næstkomandi þá ber sveitarfélögunum að vera búin að samþykkja viðauka við fjárhagsáætlun 2022 sem aðlagar áætlunina að hinni nýju reikningsskilaaðferð. En hins vegar líka kannski rétt að benda á það að reikningsskila- og upplýsingarnefnd sveitarfélagi hefur ekki gefið út neinar frekari leiðbeiningar eða álit túlkun á þessu ákvæði. Þannig að þetta kannski svona ofan í sveitarstjórnarkosningar ekkert einfalt. Þá held ég bara að ég sé búin að ljúka minni yfirferð. Bara ef það einhverjar spurningar þá. Takk fyrir. Takk fyrir þessa góðu og ítarlegu yfirferð, Halldóra. En þá kom að því að opna fyrir fyrri umræðu í sveitarstjórn ársreikning 2021 og forseti gefur orðið laust. Ef það einhverjar spurningar eða einhver vill taka til máls, áður en að bókun verði gerð skil. Guðmundur Freyr hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu fundamenn. Þarna erum við náttúrulega bara að fara yfir það hvernig okkur hefur gengið að fara eftir fjárhagsáætlun og fjárhagsáætlun náttúrulega bara áætlun og mér sýnist svona þrátt fyrir halla þá sem að hefði ekki endilega komið til nema vegna þess að bara óviðráðanlegum ástæðum sem að vegna þessara lífeyrisskuldbindingar sem hefur verið talað hér. Það líka það sem að brýst í huga mér að það kannski það ef að okkur tekst að fara fullkomlega eftir fjárhagsáætlun að þá sé sennilega lítið í gangi í því sveitarfélagi. Þannig að ég vil bara vera nokkuð ánægður með þennan ársreikning. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs ársreikning sveitarfélagsins? Nei, svo virðist ekki vera. En ég tek bara undir það með Guðmundur Freyr að hér eru tákn á lofti að reksturinn sé að styrkjast. Þetta eru ágætis kennitölur sem koma þarna fram. Þessar lífeyrisskuldbindingar sem komu inn í lok árs höfðu sannarlega áhrif á niðurstöðuna, en skuldaviðmiðið á góðum stað og við erum burðug til þess að fara í framkvæmdir, enda eru stór þannig verkefni í pípunum.
ef að það ekki fleiri sem vilja taka til máls og þá ætla ég að lesa þá bókun sem verður lögð fram með ársreikningi þessu sinni. Það gefur engin merki, þannig að þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Á árinu 2021 voru gerðir 5 viðaukar við fjárhagsáætlun þar sem brugðist var við þeim verkefnum sem koma upp eftir að upphafleg áætlun var samþykkt. Það bæði að ræða breytingar á rekstri og fjárfestingum og var því mætt með lántöku og afsakið. Já, var að fá já, ég ætla að fara yfir það líka bókunina í byggðarráði. Bara smá athugasemdir ég ætla að lesa innganginn, sem sagt bókunina í byggðarráði og klára hana og svo ætla ég að lesa þá bókun sem verður lögð fram til samþykktar í sveitarstjórn eftir að á sama tíma og ársreikningurinn verður vísað til síðari umræðu. Þannig að miklar breytingar þurfti að gera í húsnæðismálum á árinu vegna rakaskemmda og óheilsusamlegs umhverfis auk þess sem launagjöld voru vanáætluð í launaáætlun. Útgjöld sveitarfélagsins voru því mun hærri en upphaflega var áætlað og var áætluð rekstrarniðurstaða við samþykkt síðasta viðauka áætlun neikvæð 22 milljónir króna. Skatttekjur eru 130 milljónir krónur meiri en áætlun gerði ráð fyrir, þar að veru 87 milljónir króna framlag frá jöfnunarsjóði sveitarfélaga og 61 milljónir króna vegna hærri útsvarstekna. Þegar tekið er tillit til viðauka var launakostnaður sveitarfélagsins og rekstrarkostnaður rekstrarkostnaður innan áætlana. Heildarlaunakostnaður var 2.830 milljónir króna og annar rekstrarkostnaður 1.590 milljónir króna. Fjárfestingar ársins voru 502 milljónir króna en áætlun með viðaukum gerði ráð fyrir að þær yrðu 612 milljónir króna. Upphafleg áætlun gerði ráð fyrir 339 milljónir króna fyrir að þær yrðu í fjárfestingar og ljósleiðara verkefni mun klárast á árinu 2022 en gert var ráð fyrir 68 milljónir króna kostnaði árið 2021 sem endaði í 9 milljónir króna að teknu tilliti til styrkja. Kostnaður við leik- og grunnskólahúsnæði var samtals 67 milljónir króna, minna en áætlað var í fjárfestingaráætlun með viðauka og rekstrarniðurstaða ársins fyrir samstæða A og B hluta er neikvæð 89,8 milljónir króna sem er 67,7 milljónir króna verri afkoma en ráð var gert fyrir í fjárhagsáætlun með viðaukum. Verri afkoma miðað við fjárhagsáætlun skýrist fyrst og fremst af hækkun lífeyrisskuldbindinga er meiri en reiknað var með vegna þess að reglur útreikninga breyttust í lok árs og hafa þessi áhrif á reksturinn. Í áætlun var gert ráð fyrir lífeyrisskuldbindingum að þær yrðu 80 milljónir króna en hækkuðu 194 milljónir og voru samtals 274 milljónir króna. Veltufé frá rekstri var 528 milljónir króna eða 10,8% af tekjum. Eigið fé í árslok var 4.523 milljónir króna og eiginfjárhlutfallið er 45,3%. Skuldarviðmið er 59% og er þessari bókun vísað hér inn til byggðarráðs til samþykktar og þá liggur fyrir bókun sveitarstjórnar til viðbótar þessu. Lagður er fram ársreikningur Borgarbyggðar og undirstofnana fyrir árið 2021. Helstu niðurstöðutölur A og B hluta ársreiknings eru rekstrartekjur eru 4.908 milljónir króna, rekstrargjöld 4.695 milljónir króna, afskriftir 192 milljónir króna og fjármagnsgjöld 114 milljónir króna. Rekstrarniðurstaða 90 milljónir króna, fasta fjármunir 9.048 milljónir króna, veltufjármunir 1.046 milljónir króna, eigið fé 4.571 milljónir króna, skuldir og skuldbindingar 5.522 milljónir króna, handbært fé frá rekstri 487 milljónir króna, fjárfestingarhreyfingar 417 milljónir króna og handbært fé í árslok 448 milljónir króna. Með þessari bókun ber forseti upp þá tillögu að ársreikningi Borgarbyggðar fyrir árið 2021 verði vísað til seinni umræðu og bið ég þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og að vísa ársreikningum til seinni umræðu vinstri ekki á merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og þá þökkum við Halldóru innilega fyrir komuna og fyrir þessa góðu yfirferð og þökkum fyrir í dag. Takk. Og þá erum við komin að þriðja lið á fundardagskrá, það er leigusamningur við Raftana, Bifhjólafélag Borgarfjarðar og er liður í númer 21 02 065.
Þar að ræða afgreiðslu 590. annars fundar byggðarráðs, þar sem byggðarráð samþykki fyrir sitt leyti leigusamning við Raftana og vísar þeirri ákvörðun hér með til sveitarstjórnar. Og forseti gefur orðið laust varðandi þennan samning. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá bið ég þá fulltrúa sem samþykkja framkominn leigusamning við Raftana bifhjólafélag Borgarfjarðar dagsettur 17. mars 2022 vinsamlegast að gefa merki. Og hann er samþykktur samhljóða. Þá erum við komin að 4. lið á fundardagskrá og hann ber heitið Gæðahandbók og er númer 22.01.036 og þar að ræða afgreiðslu byggðarráðs og lögð var fram fyrsta útgáfa Gæðahandbókar, en þar eru 47 samtals, þær gæðahandbækur sem gerðar hafa verið fyrir Ráðhús Borgarbyggðar og þar eru verkfallar samþykktir af framkvæmdaráði sveitarfélagsins sem skipa sveitarstjóri og sviðsstjóri. Einstaka verkfallar eru lagðir fyrir byggðarráð til samþykktar þar sem stærri málefni er að ræða og verkferlar sem teljast lögbundnir. Og þegar hefur byggðarráð samþykkt að fara eftir verkferlum framkvæmdir á vegum sveitarfélagsins og í þessari bókun þá samþykkir byggðarráð að framlögð drög að gæðastefnu sem er lögð fram í þeim tilgangi að setja fram áherslu sveitarfélagsins í gæðamálum almennt og vera leiðarvísi starfsfólk í að tryggja gæði og þjónusta séu í samræmi við væntingar starfsmanna og íbúa sveitarfélagsins og ennfremur samþykkir ráðið drögin sem lögð voru fram og eru lögð hér fyrir sveitarstjórn í dag og gef ég orðið laust Gæðahandbókina og Þórdís hefur beðið orðið, gjör svo vel Þórdís. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, eins og ég kom inn á hérna í skýrslu sveitarstjóra áðan, þá er gríðarlega flott verkefni að ræða og verkefni sem við erum bara í rauninni bara búin að bíða eða hlakka til að geta kynnt fyrir ykkur og bíða í rauninni eftir að komast á þetta stig. Við byrjum á verkferlinu í fyrra svona með bara fyrir svona það bil ári síðan að fullum krafti þar sem við var verið að gera bara áætlanir hvernig við ætluðum að ná því fram að gera þessa verkferla sem þyrfti að gera. Það voru haldir verkferlafundir innan hvers sviðs og hverja deildar þar sem var verið að fara yfir svona helstu verkefni og forgangsraða þeim verkferli sem þyrfti að gera. Og við vorum að horfa til þess hvaða verkferlar það sem við þurfum sérstaklega að hafa í huga þegar við erum að afgreiða mál, þegar við þurfum að passa afgreiðsla mála sem svipuðum hætti, gagnvart í svipuðum málum og líka bara svona þessi mikilvæg þættir eins og við komum inn á áðan bara eins og verkfæri fyrir framkvæmdir. Og mér langar bara að nýta þetta tækifæri og þakka starfsfólki í Ráðhússins öllu sem einu kærlega fyrir sína aðkomu að þessa gæðahandbók. Það eiga allir part í verkferlunum og það er líka svo skemmtilegt við þetta verkefni. Þetta var unnið í mikil sameiningu og við vorum að þessu og stöndum að þessu saman. Núna bara skiptir mjög miklu máli að við höldum áfram að vinna að verkferlunum. Það eru nokkrir verkferlar sem koma bara inn í næstu útgáfu sem kemur bara mjög fljótlega og það sem voru svona nokkru ferlar sem þurftu kannski svona smá lagfæringar sem við erum búin að gera og þurfum bara að fara að setja fyrir aftur framkvæmdaraðil til samþykktar og já, ég held að við séum bara, ég get verið stolt af þessari vinnu, stolt af starfsfólki Borgarbyggðar fyrir bara þeirra þáttöku og bara endurtek bara takk fyrir alla ykkar aðkomu að þessu verkefni. Takk fyrir þetta Þórdís. Orðið laust. Gæðahandbók. Guðmundur Freyr beðið orðið. Gjör svo vel. Já, forseti ágætu fundar minn. Mér langar bara að fagna framkominni gæðahandbók sem að hefur verið í bígerð lengi og þarna má að líta
marga þá verkferla sem að hefur verið vitnað í að séu í vinnslu. Þannig að það er bara mjög sætt að þetta sé að koma fram núna. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið 4? Það er allavega bara frábært að sjá að þetta verkefni sé komið á þennan stað og það var lögð mikil áhersla á það af þessari sveitastjórn strax í upphafi kjörtímabils að fara í gagngera stjórnsýslu, úttekt og breytingar og þetta er einn liður í því. Þessar gæðahandbækur eru verkfæri til að nota svo farið sér eftir réttum vinnubrögðum hvívetna í stjórnsýslunni. En ef það er ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs, svo virðist ekki vera, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun, sveitastjórn samþykki framlögð drög að gæðastefnu Borgarbyggðar og verklagsreglum vegna viðauka við fjárhagsáætlun. Og sveitastjórn lýsir yfir ánægju með stöðu verkefnisins gerð gæðahandbókar sem í samræmi við áætlun og áherslu sveitastjórnar í því skyni að bæta þjónustu og gæði stjórnsýslu sveitafélagsins. Og ég ætla að biðja þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá eru komin að 5. lið á dagskrá, öryggismál í biðskýlum og sá liður númer 21.02.057. Þar að ræða afgreiðslu byggðaráðs, þar sem byggðaráð samþykkir drög að samningi og í kjölfarið að felur sveitastjóra að rita undir samninginn og leggur þann samning nú hér fyrir sveitastjórn, sem rekstur á þessum biðskýlum. Orðið er laust. Þórdís, við beðum orðið. Gjör svo vel, Þórdís. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Já, þetta er bara ánægjulegt að þessi framkvæmdir komin í gegn, eða þetta fer að fara í gegn núna. Er að ræða endurnýjun biðskýla sem hafa verið bara, eru orðin bara mjög slæm og það munu sem sagt rísa hér á þessu ári 4 ný biðskýli í stað þeirra sem eru nú þegar til staðar. Og það mun náttúrulega hafa áhrif á götumyndin okkar og vera nokkuð fegrun bara á umhverfinu, þannig að það er bara að fagna þessu. Takk fyrir þetta, Þórdís. Orðið er laust. Það eru fleiri sem vilja tjá sig. Svo virðist ekki vera. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að undirrita framlagðan samning milli Dengsa ehf. og Borgarbyggðar kaup og uppsetning á biðskýlum í sveitarfélaginu. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið 6 og hann heitir Kjörstjórnir fyrir sveitarstjórnarkosningar 2022 og er sá liður númer 22.04.005. Þar er einnig að ræða afgreiðslu byggðaráðs frá fundi ráðsins númer 594 með þeirri bókun að ný kosningalög númer 112 frá 2021 hafa verið sett og eru sveitarstjórnarkosningar 2022 fyrstu kosningarnar sem farið eftir þeim lögum. Í 18. grein laganna er kveðið á hæfi kjörstjórnarmanna, en þar segir að kjörstjórnarmaður skuli víkja úr kjörstjórn ef einstaklingur er í kjöri sem eða hefur verið maki hans, sambúðarmaki, fyrrverandi sambúðarmaki eða skyldur eða mægður honum í beinan legg eða að öðrum lið til hliðar eða tengdur honum með sama hætti vegna ættleiðingar. Vegna framangreindra hæfisreglu, vegna flutninga úr sveitarfélaginu og beiðnum úrlausn úr undirkjörstjórn skal sveitarstjórn kjósa 13 aðila í kjörstjórn, ýmist vara eða aðalfulltrúa og fól byggðaráð sveitarstjóra að auglýsa eftir kjörstjórnarmönnum sem ekki teljast vanhæfir vegna þessara nýju reglna. Og ég tek undir það sem kom fram í skýrslu sveitarstjóra hér áðan eða orði hennar að það var auglýst og margir sem brugðust við og bara ekki mikið mál að manna af því að það er augljóst að
hér mikið af almennum borgurum sem eru bara tilbúinir að hoppa til og taka þátt og á skarið ef að þess þarf. Þannig að við erum með hérna lista af breytingum sem að ég hugsa að forseti fari bara yfir áður en ég gef orðið laust, þannig að ég raunverulega les bókunin upp áður með leyfi fundarins og svo opnum við fyrir umræður. Og ég ætla að biðja þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja það fyrirkomulag vinsamlegast að gefa merki og það er samþykkt. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun sem verður svo til umræðu. Vegna nýrra reglna vanhæfi þarf að gera eftirtaldar breytingar á skipun kjörstjórna. Kjörstjórn Borgarbyggðar. Í stað Ingibjargar Jónasdóttur kemur Hólmfríður Friðjónsdóttir inn sem varamaður. Undir kjörstjórn Borgarneskjördeildar. Í stað Signýjar Jóhannesdóttur kemur Sigrún Halla Gísladóttir inn sem aðalmaður. Í stað Eyglóar Egilsdóttur kemur Heiðdís Rós Svavarsdóttir inn sem varamaður. Í stað Sonju Lindar Eyglóadóttur kemur Rannveig Margrét Stefánsdóttir inn sem varamaður. Undir kjörstjórn Kleppjárnsreykjakjördeildar. Í stað Ólafar Guðmundsdóttur kemur Sólrún Halla Bjarnadóttir inn sem aðalmaður. Í stað Guðmundar Sigurðssonar kemur Jónína Eiríksdóttir inn sem aðalmaður. Í stað Sólrúnar Höllu Bjarnadóttur kemur Álfheiður Sverrisdóttir sem varamaður. Í stað Bergs Þorgeirssonar kemur Guðrún María Björnsdóttir sem varamaður. Í stað Bjarnheiðar Jónsdóttur kemur Þorkell Már Einarsson sem varamaður. Undir kjörstjórn Lindartungu kjördeildar. Í stað Ásbjörns Pálssonar kemur Sigurður Helgason sem aðalmaður. Í stað Aðalheiðar Pálsdóttur kemur Þóra Kópsdóttir sem aðalmaður. Í stað Þóru Kópsdóttir kemur Ásthildur Magnúsdóttir sem varamaður. Og í undir kjörstjórn Lyngbrekku kjördeildar. Í stað Guðbrands Brynjúlssonar kemur Inga Birna Ólafsdóttir sem varamaður. Og undir kjörstjórn Þinghamars kjördeildar. Í stað Jósef Rafnssonar kemur Jón Freyr Jóhannsson sem varamaður. Þannig að þetta svo tillaga sem liggur fyrir og forseti gefur orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Finnbogi hefur beðið orðið. Gjör svo vel, Finnbogi. Já, forseti ágæta sveitarstjórn. Það er þörf á þessari leiðréttingu. Ég velti hins vegar fyrir mér og þó að þetta sé alveg pottþétt. Af hverju var ekki hægt að manna kjörstjórnir af kjörstjórnarsvæðinu? Það eru 2-3 dæmi þar sem ég segi innan þessara aðkomufólk. Það hefði alveg verið hægt með því að leggja þetta tíma en ég er ekki að gera athugasemd við þetta, ég er bara vekja athygli á því. Takk fyrir þetta, Finnbogi. Ég ætla kannski bara aðeins að bregðast örstutt við þessu og svo getur sveitarstjóri bætt við ef henni finnst ástæða til. En það var í raunverulega bara auglýst eftir fólki, bara almennt úr sveitarfélaginu sem taldi sig uppfylla þessi hæfisskilyrði sem eru náttúrulega orðin ansi þröng í ekki stærra samfélagi en þetta. Og það var ákveðið bara það fólk sem að sýndi því áhuga á að taka sig trúnaðarstörf að sér að það er bara sett inn í nefndirnar, burt sér frá því hvar það á heima eða er búsett í sveitarfélaginu. Þannig að ég held að það hafi svona verið aðalsjónarmiðin sem lágu að baki þessu, en þetta er bara fínasta ábending og þetta hefur töluvert verið í umræðinu eftir að þessi lög tóku gildi og ein hugmyndin sem ég hef heyrt og mér finnst hún í sjálfsög ekkert fráleit en það er örugglega skipta skoðanir um það er hreinlega þannig að fólk sem að skipa þessar deildir í framtíðinni að það verði jafnvel úr öðrum sveitarfélögum og aðallega sé að víxla sín á milli deilda. Þannig að það getur vel verið að það verið gert einhvers staðar þar sem eru minni samfélögin okkar og erfitt að manna þessar deildir. En orðið laust. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. En kannski líka allt í lagi að draga það fram að það er náttúrulega líka mikla líkur á því að þetta verða allt svona meiri rafrænu formi. Næstu kosningar verða meira og meira rafrænar myndi maður halda, þannig að þessi störf getur líka komið til með að breytast eitthvað í framtíðinni. Þórdís, ef við beðum orðið. Gjör svo vel, Þórdís. Já, forseti, sveitarstjórnar, fulltrúar. Já, bara ágætispunktur sem kom fram frá sveitarstjórnar fulltrúa varðandi kjörstjórnar fulltrúa og það náttúrulega
þetta er partur af því sem að sveitarfélagi gerir eða sveitarstjórn gerir bara á 9 kjörtímabili, en nú þurftu margir þetta út og það komu alls konar hugmyndir líka. Þetta voru ekki bara þeir sem að buðu þessu fram, heldur líka hugmyndir frá sveitarstjórnarfulltrúum eða bara fólki út í bæjum hverju geti tekið verkefnin að sér hvar. Og í mörgum deildum voru bara mjög margir vanhæfir út af kannski bara 1 eða 2 aðilum sem voru í kjörstjórn, eru í framboði innan þess umdæmis. Og við reyndum að hafa þetta eins mikið innan kjördeildarinnar og hægt væri. En alveg áhugaverð þetta sem að hún Lilja var að tala áðan, forseti sveitarstjórnar, að það eru með lögunum þá verið að gera líka ráð fyrir meiri breytingum á næstu kosningum og næstkomandi kosningum, þar sem að verða meira afræmum hætti. Þannig að það er eitthvað sem að ný sveitarstjórn þarf að taka svona af skarið með, hvort það verði eitthvað breytt kjördeildum eða öðru slíku vegna þessara breytinga. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs? Svo virðist ekki vera. Þá bið ég bara þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Og ég óska þessu fólki velfarnaðar í störfum sínum, þessum trúnaðarstörfum fyrir sveitarfélagið. En þá eru komin að dagskrárlið 7. Það er vatnsveita Hraunhrepps og er sá liður númer 2106-079 og þar leggur byggðarráð til við sveitarstjórn að samþykkja hlut sveitarfélagsins í viðhaldi á vatnsveitu Hraunhrepps og fól sveitarstjóra að bæta við kostnaði upp að 1.030.000 krónum við viðauka 2 við fjárhagsáætlun yfirstandandi árs. Og þetta kemur náttúrulega bara til að því að vatnsveitan er orðin mannvirki sjálft, það er orðin mikil viðhaldsþörf og þarna er margs konar rekstur sem reiðir sig á vatnsveituna og þarf að halda út í starfsleyfum og öðru slíku, þannig að það er mjög mikilvægt að verði farið í þetta sem allra fyrst. Og ég gef orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að greiða hlut sveitarfélagsins í viðhald á vatnsveitu Hraunhrepps að fjárhæð 1.030.000 krónur. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að viðauka við fjárhagsáætlun undir 8. lið. Sá liður er númer 2203-010 og þar er lagður fram viðauki 2 af fjárhagsáætlun ársins 2022. Og í tillögunni er 500.000 krónur sem er stofnframlag til nýsköpunar og þróunarsetu Vesturlands og þessi rúmlega 1.000.000 króna til viðhalds vatnsveitunar í Hraunhreppi og einnig gert ráð fyrir 89,6 milljónum króna í kostnað vegna móttöku flóttamanna og raunverulega gert ráð fyrir jafn hárri fjárhæð í endurgreiðslu frá ríkinu vegna sama verkefnis. Þannig að raunverulega fer sá peningur bara inn og beint út aftur. Þannig að viðaukinn sjálfur hljóðar bara upp á 1,5 milljón. En ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Vegna þessa viðauka er gert ráð fyrir að handbært fé lækki 1,5 milljónir króna. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framlagðan viðauka og bókunina eins og hún kemur fyrir að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá er komin að lið 9. Hann ber heitið Sameiginleg svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs 2021 til 2032 á Suðvesturlandi og er númer 2109-113. Þessi liður er eflaust að verða einn sá allra frægasti fyrir það að hafa komið hvað oftast fyrir sveitarstjórn. Þurfti að fara alls konar krókaleiðir og kemur svo aftur og aftur til samþykktar hér, en við teljum að þetta sé síðasta skipti, þannig að hann verði bara samþykktur með því þegar hann verður framlagður hér í dag endanlega. En þarna er að ræða
tillaga að sameiginlegri svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs fyrir tímabilið 2022 til 2033. Og ég gef orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs og það kemur ekki á óvart af því að hann hefur komið til umræðu nokkur sinnum áður. Og ég bið þá, það þá eftirfarandi bókun sem liggur fyrir. Sveitarstjórn samþykkir tillögu að sameiginlegri svæðisáætlun um meðhöndlun úrgangs fyrir tímabilið 2022 til 2033. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og hún því samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 10, sérstakur húsnæðisstuðningur og númer 17.09.034. Þar að ræða afgreiðslu frá 125. fundi velferðarnefndar Borgarbyggðar. Þar sem að velferðarnefnd að leggja til breytingar á reglum stuðning í húsnæðismálum í Borgarbyggð. Þar lögð fram tillaga breytingu á 2. málsgrein 9. greinar sem hljóðar svo fyrir breytingu. Húsnæðisbætur og sérstakar húsaleigubætur geta aldrei numið hærri fjárhæð en samtals 75.000 krónur og aldrei farið yfir 75% af leigufjárhæð. Sérstakum húsaleigubótum verður ekki beitt til að greiða niður húsaleigu umfram það viðmið að leigjandi beri 45.000 í kostnað af húsaleigu. Lagt til að breyta hámarksupphæð samanlagðra bóta í 80.000 og að sérstökum húsaleigubótum verði ekki beitt til að greiða niður húsaleigu umfram það viðmið að leigjandinn beri 50.000 krónur í kostnað af húsaleigu. Lögð til breyting á 11. grein afgreiðslu umsókna sem hljóðaði svo fyrir breytingu. Starfsmenn afgreiða umsóknir sérstakar húsaleigubætur og stuðning vegna 15 til 17 ára leigjanda í samvistum námskurðum. Velferðarnefnd afgreiðir umsóknir aðstoð vegna fyrirframgreiðslu eða tryggingar og lagt til að greinin hljóði svo. Starfsmenn velferðarnefndar afgreiða umsóknir samkvæmt reglum þessum. Lögð til breyting á 14. grein endurskoðun á tekju- og eignaviðmiðum sem hljóðaði svo fyrir breytingu. Reglur þessar skulu endurskoðaðar í desember ár hvert en lagt til að greinin hljóði svo. Tekju- og eignaviðmið uppfæri samkvæmt útgefnum viðmiðum ráðherra og breytingarnar taka gildi 1. maí 2022. Og forseti gefur orðið laust. Silja Eyrún hefur beðið orðið, formaður velferðarnefndar. Gjörðu svo vel. Já, forseti og aðrir fundarmenn. Ég ætla kannski aðeins að fara bara yfir hvað við af hverju erum að breyta svo miklu. Þetta allt í sömu reglunum stuðning í húsnæðismálum í Borgarbyggð. Fyrsta breytingin sérstaklega gerð í ljósi á endurskoðun á leiguverði á félagslegum íbúðum Borgarbyggðar sem við eftir að fara yfir seinna á eftir. Og það verið að leggja til að hækka sérstakar húsaleigubætur þannig að komi aðeins til móts við hækkun leigunar. Það sem við erum að gera svo varðandi breytingar á 11. greininni í raun og veru bara til þess að einfalda afgreiðslu fyrir starfsmenn sviðsins. Og svo þriðja breytingin þá alltaf að tala að reglunum skuli endurskoðaðar í desember ár hvert en það verið að breyta í að uppfæra þetta bara þegar viðmið ráðherra koma sem ekkert alltaf tilbúin hann í desember. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Silja. Orðið laust að nýju. Það enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að húsnæðisbætur samkvæmt 2. málsgrein 9. greinar reglna stuðning í húsnæðismálum í Borgarbyggð verða hámarki 80.000 krónur. Jafnframt verði sérstökum húsaleigubótum ekki beitt til að greiða niður húsaleigu umfram það viðmið að leigjandi beri 50.000 krónur í kostnað af húsaleigu. Sveitarstjórn samþykkir framlaga breytingar á 11. og 14. grein reglnanna sem hljóða svo eftir breytingar. 11. grein starfsmenn velferðarnefndar afgreiða umsóknir samkvæmt reglum þessum og 14. grein tekju- og eignaviðmið uppfæri samkvæmt útgefnum viðmiðum ráðherra og breytingarnar taka gildi 1. maí 2022. Forseti gefur sér leyfi til að leggja fram allar breytingartillögurnar í einu og með því að gefa þeim atkvæði ykkar þá eru það kjósumnar allar í heild sinni en ekki hverja fyrir sig. Þannig að ég bið þá fulltrúa sem samþykkja allar þessar breytingar vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhljóða.
Þá erum við komin að lið 11 á dagskrá. Það er félagslegt leiguhúsnæði og er númer 1810002. Það er líka að ræða afgreiðslu frá 125. fundi velferðarnefndar Borgarbyggðar. Þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja framlagða tillögu félagsmálastjóra að hækka leigu á félagslegum íbúðum Borgarbyggðar. Velferðarnefnd samþykkir fyrir sitt leyti að leiguverð á fermetra á íbúðum í Borgarnesi verði skipt mismunandi eftir fjölda herbergja, þannig að leiga á fermetr í eins herbergja íbúð verði 1800 krónur, 2 herbergja íbúð 1700 krónur, 3 herbergja íbúð 1600 krónur og 4 herbergja íbúð 1500 krónur. Einnig enn fremur samþykkir velferðarnefnd að leiguverð á fasteignum í Borgarbyggð utan Borgarness verði 80% af fermetraverði í Borgarnesi. Velferðarnefnd leggur til við sveitarstjórn að hækkunin taki gildi 1. maí 2022 vegna nýrra leigusamninga en hjá núverandi leigjendum í júní 2023. Velferðarnefnd felur félagsmálastjóra að segja upp öllum leigusamningum sveitarfélagsins og bjóða leigjendum nýjan samþykki sveitarstjórn framlagða tillögu. Og forseti gefur orði laust þessa tillögu velferðarnefndar. Og Silja Eyrún, formaður nefndarinnar, hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Silja. Já, forseti og aðrir fundarmenn, það er ekki droslega gaman að vera að tala svona hækkanir kannski, en frá árinu 2019 hefur endurskoðun á leiguverði í félagslegum íbúðum í Borgarbyggðar verið í umræðu og við erum búin að taka þetta alveg nokkru sinni fyrir og það er búið að velta þessu fram og tilbaka og hugsa þetta mjög vel. Félagslegir íbúðir í Borgarbyggð eru B-hlutastofnun og eiga að vera rekstrarlega sjálfbærar. Með breytingunum er lagt upp með almennar húsnæðisbætur, eins og vorum að tala áðan, og sérstakrar húsaleigubætur komið til móts við hækkunar leigunar, þannig að hækkunin muni koma sem minnst niður á leigjendum og það er alveg vert að taka fram að stór hluti leigjenda eru ekki að nýta sérstakrar húsaleigubætur til fulls og þannig að það mun líka koma á móti, þannig að hækkun hjá hverjum einum mun ekki vera neitt rosalega mikil. Málaflokkurinn hefur verið lengi rekinn með miklum halla. Rekstrarhalli félagslegra íbúða á árunum 2013 til 2021 var 47,2 milljónir og þessari fjárþörf hefur verið mætt með láni frá aðalsjóði. Söluhagnaður vegna seldra íbúða árið 2013, 16, 19 og 20 er tekin með inn í rekstraryfirliti. Þannig, já, eins og ég segi, þetta er búið að vera í endurskoðun mjög lengi og þetta var svona svo tillaga sem að okkur þótti gátum sætt okkur við og samþykktum. En það er kannski líka eftir ábendingar á stjórnsýslunni kannski ekki alveg eðlilegt að við bíðum til 1. júní 2023 til þess að hækka leiguna hjá núverandi leigjendum og verður því trúlega breytt í að segja upp hjá öllum núna og bjóða þeim nýjan samning eftir að uppsagnarfresti þeirra lýkur sem er í mörgum tilfellum 3-6 mánuðir, eitthvað svoleiðis. Já, þannig að ef það er einhverjar spurningar þá svörum við þeim bara. Takk fyrir þetta, Silja. Þannig að svona til þess að taka aðeins betur utan þetta þá er raunverulega verið að gera tillögu að breytingu á afgreiðslu velferðarnefndar að því leyti að það verði ekki tvær mismunandi dagsetningar sem að verði miða við varðandi breytingar á nýju reglunum, heldur er ákveðið að öllum samningunum verði sagt upp á sama tíma og farið í að útbúa nýja samninga sem taka mið af breyttum reglum. Orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá ætla ég að lesa upp bókunina varðandi breytingarnar. Sveitarstjórn samþykkir að hækka leigu á félagslegum íbúðum með eftirfarandi hætti. Að eins herbergja íbúð verði 1800 krónur per fermeter, 2 herbergja íbúð 1700 krónur per fermeter, 3 herbergja íbúð 1600 krónur per fermeter,
4 herbergja íbúð 1.500 krónur per fermeter. Jafnframt samþykki sveitarstjórnar leiguverð á fasteignum utan Borgarness verði 80% af fermetraverði í Borgarnesi og sveitarstjórn samþykkir að hækkunin taki gildi 1. maí 2022 vegna nýrra leigusamninga en sveitarstjóri falið að segja upp öllum leigusamningum fyrir sveitarfélagsins fyrir 1. maí 2022 og bjóða leigutökum nýjan leigusamning. Þannig að leigutakar greiði uppreikna verð samkvæmt ofangreindum forsendum að loknum uppsagnarfresti samkvæmt leigusamningi og húsaleigulögum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna breytingar vinsamlegast að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Og þá förum við yfir í skipulagsmálin. En undir 12. lið er að ræða breyting á deiluskipulagi Flatahverfis og sá liður númer 21.10.012. Þar að ræða afgreiðslu 37. fundar skipulags- og bygginganefndar þar sem nefndin leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fyrirliggjandi tillögu samkvæmt 42. grein skipulagslaga með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga tillögu breytingu á deiliskipulagi Flatahverfis á Hvanneyri samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna sem bárust á kynningatíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykki vinsamlegast að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá eru komin að lið 13, hann ber heiti Munaðarnes, 134915, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi og er liðurinn númer 2202-001. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að grenndarkynna byggingarleyfi fyrir nágrönnum og hagsmunaaðilum og kynnt verði fyrir landeigendum Stóru Grafarlands og félögum Orlofssjóðs Sameykis, Kjalar stéttarfélag, starfsmannafélag Almannaþjóna, BSRB, Orlofssjóður, LSS, starfsmannafélag Hafnarfjarðar, Tollvarafélag Íslands, starfsmannafélag Suðurnesja, Póstmannafélag Íslands, starfsmannafélag Fjallabyggðar, starfsmannafélag Dala og Snæfellsnes, Sjúkraliðafélag Íslands og Landssamband lögreglumanna. Og orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að grenndarkynna byggingarleyfi vegna Munaðarness, land númer 134915, samkvæmt 44. grein skipulagslaga númer 123/2010, kynna skal fyrir landeigendum Stóru Grafarlands og félögunum Orlofssjóður Sameykis, Kjölu stéttarfélag, BSRB, Orlofssjóður, LSS, starfsmannafélag Hafnarfjarðar, Tollvarafélag Íslands, starfsmannafélag Suðurnesja, Póstmannafélag Íslands, starfsmannafélag Fjallabyggðar, starfsmannafélag Dala og Snæfellsnes, Sjúkraliðafélag Íslands og Landssamband slökkviliðsmanna. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá er það lið 14, hann ber heiti Bær 2, land númer 133830, umsókn byggingaráform og byggingarleyfi og liður númer 2201/140. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að grenndarkynna byggingarleyfi fyrir nágrönnum og hagsmunaaðilum og að kynnt verði fyrir landeigendunum Bær 1, Nýi Bær 2, Litli Bær, Laugateigur 1 og 2 og Laugabær. Og forseti gefur orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að grenndarkynna fyrirliggjandi byggingarleyfi fyrir nágrönnum og hagsmunaaðilum samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Kynnt skal fyrir eftirfarandi landeigendum Bær 1, Nýi Bær 2, Litli Bær, Laugateigur 1 og 2 og svo Laugabær. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 15, Víðines, aðalskipulagsbreyting, lýsing og er liðurinn númer 1411-002. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að samþykkja lýsingu fyrir Víðines í landi Hreðavatns til auglýsingar í samræmi við 30. grein skipulagslaga. Og orðið er laust. Guðmundur Freyr, biðjum orðið. Gjör svo vel. Já, forseti og ágætu fundarmenn og ágætu forseti náttúrulega líka.
Mér langaði aðeins bara að setja fyrirvara á þetta mál eins og sambærilegt mál í Húsafelli. Þarna að ræða íbúabyggð á svæði sem ekki hefur verið áður íbúabyggð á. Og það eru svona uppi ýmis sjónarmið varðandi svona byggðir, hvort að það eigi rétt á sér eða ekki. En ég ætla að setja einmitt bara þennan fyrirvara á. Þarna við að setja af stað lýsingarferli og þá koma þá bara umsagnir hvernig sem þær verða og síðan verður tekin frekari afstaða til þessara umsókna. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo virðist ekki vera, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir í samræmi við 30. grein Sveitarstjórn samþykkir framlagða lýsingu fyrir Víðines í landi Hreðavatns til auglýsingar samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá komin að lið 16, Norðtunga, landnúmer 134742, stofnun lóðar, skógarbót, gömluhús, númer 220314, þessi liður. Þar leggur skipulags- og byggingarnefnd til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðanna skógarbót, 19,98 hektarar og gömluhús, 5,84 hektarar úr landinu Norðtunga. Og lóðirnar verða settar í landnotkunarflokkin annað land. En orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs, það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að heimila stofnun lóðanna skógarbót, 19,98 hektarar, gömluhús, 5,84 hektarar úr landi Norðtungu, landnúmer 134742 og notkunarflokkurinn annað land. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki og það samþykkt samhljóða. En kæru fundamenn, forseti þarf að óska eftir að bæta við einum afgreiðslulið til viðbótar á dagskrá. Það að ræða afgreiðslu frá byggðaráði Borgarbyggðar sem hreinlega bara gleymdist að setja inn á dagskrá fundarins og var bent á hér undir fundinum. En þarna að ræða afgreiðslu byggðaráðs frá 593. fundi ráðsins. Þar sem samþykkt lagður fram samningur, leigusamningur á gangnamannaskálum við Langavatn og Hítarvatn við ferðafélag Borgarfjarðar héraðs. Og ég ætla bara að biðja þá fulltrúa sem samþykkja að við tökum þennan lið inn á dagskrá að gefa merki. Og það samþykkt og þá kemur þessi liður inn sem 17. liður og þá þeir liðir sem eru á undan, þeir færast til samræmis við þetta. En eins og ég kom inn á áðan þá að ræða afgreiðslu byggðaráðs þar sem þau höfðu áður samþykkt að leigja ferðafélagi Borgarfjarðarhéraðs gangnamannaskála á Vatnaleið og var sveitarstjóri í kjölfarið falið að ganga frá samningi við ferðafélagið leiguna. Og það var ákveðið að fara í samráði við ferðafélagið að leigan myndi hefjast á árinu 2022 enda höfðu skálarnir þegar verið leigðir að miklu leyti þegar erindi var tekið fyrir í byggðaráði. Og byggðaráð leggur nú til við sveitarstjórn að framlagður leigusamningur gangnamannaskálan við Langavatn og Hítarvatn verði samþykktur og var sveitarstjóra falið að undirrita samninginn. Orðið laust. Finnbogi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Finnbogi. Forseti og sveitarstjórn, varðandi þetta, ég hef nú aðeins stungið nefinu í þennan lið, en ég held að sé nú ekki vanhafur ákveða fyrir því. Það ennþá þannig núna, það búið að leigja heilmikið af þessum dögum. Það komið það langt fram á árið, þetta náttúrulega leiðir rauninni í fyrra. Vek svo athygli á því, eftir sem ég best veit, þá ferðafélagið ekki búið að samþykkja, byggðaráðið búið að setja inn ákveðin atriði sem það vil hafa inni.
En mér vitanlega ferðafélagið eftir að samþykkja, það kemur þá í ljós síðar þó við samþykkjum þetta núna og þá þurfum við vantarlega að gefa sitt álit í kynna. Takk fyrir þetta, Finnbogi. Við allavega getum afgreitt hér í dag að sveitarfélagið sé tilbúið að ganga til samninga þessa leið og það sem það ber með sér við ferðafélagið. En eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að fela sveitarstjóra að undirrita samning við ferðafélag Borgarfjarðarhéraðs ásamt framlögðum viðauka. Og ég ætla að biðja þá fulltrúa sem samþykkja vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og liggur þá fyrir vilji sveitarstjórnar til þess að ganga inn í þetta samningssamband við félagið. Já, miðað við hvernig það stendur í dag. Og það væntanlega kemur samningurinn þá undirritaður aftur fyrir sveitarstjórn eða minnsta kosti byggðarráð þegar hann verður fullbúinn. En þá ætlum við aðeins að breyta kúrs og þá næsti liður 18. liður á fundadagskrá og þar lögð fram fundagerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi ráðsins nr. 591 og forseti gefur orðið laust. Sigrún hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sigrún. Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Það er eitt sem ég langar aðeins að minnast á í sambandi við þessa fundagerð. Það er varðandi útboð á skólaakstri. Ég allavega legg til og finnst eiginlega nauðsynlegt að það þarf að vanda svolítið vel til verks í þessum efnum og svona eins og nú náttúrulega hef ég ekki fylgst með umræðunni alveg beint sjálf en ég hef svolítið áhyggjur af því að þetta sé svona ekki hugsað nóg fram í tíman varðandi það hvað er verið að huga að þjónustunni við þá sem að nýta þetta. Og þá er ég fyrst og fremst að hugsa eins og nemendur sem er í menntaskólanum, leikskólabörnin og þá sem að hugsanlega gætu nýtt þetta með sama hætti eins og gert annar staðar. Og ég vil í raun og veru kannski ekki fjölyrða þetta nema bara óska þess að það veri leitað allra leiða til þess að gera þetta þannig að þetta verði sem notendavænast fyrir þá sem að geta nýtt þetta. Þá er ég að tala að til dæmis á þeim stöðum sem eru í börn í grunnskóla að menntaskólanemar og jafnvel leikskólabörn hafi möguleika það sé ekki lokað á það að bílstjórar eða þessi leiðir geti tekið börnin. Og ég held að sé svona margt sem akkurat þarf að huga að þessu bara í sambandi við þjónustu fyrir allt sveitarfélagið og ég nefni þetta kannski ekki síst í framhald af því að vera búin að fylgjast með tilraunaverkefninu sem nær hérna upp í sveitir í sambandi við aksturinn og það var svolítið sláandi þegar maður fékk kortið daginn að þá var bara hringurinn þarna upp frá sem var bara hið besta mál en í raun og veru allt sem við átt að geta hér vesturum að það var ekkert á þeirri leið þannig að ég vil bara hvetja til þess að það verði vandandi verka varðandi þetta og svona haft það leiðarljós að þetta verði sem notendavænast. Takk fyrir. Takk fyrir þessa brýningu, Sigrún. Það er alltaf mjög gott að halda sjónarmiðum á lofti og ég veit að þetta hefur töluvert verið rætt bæði í byggðarráði og fræðslunefnd og þessi sjónarmið kom upp aftur og aftur. Þannig að ég gef bara orðið laust að nýju. Finnbogi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Finnbogi. Forseti ágætu sveitarstjórn, ég tek undir það sem Sigrún sagði hér áðan varðandi skólaakstur eða akstur. Það náttúrulega, ef ég man rétt, ég hef nú lesið þessar reglur einhvern tímann,
þá ekki gert ráð fyrir því að skólabílstjórar taki leikskólabörnin með í bíla. Kannski má það ekki, en ég myndi vilja láta skoða það. Og svo það auðvitað sláandi þegar verið að breyta skólaakstri getum sagt í uppsveitum. Það að segja börnin geta farið með skólabílum niður að Varmalandi Kleppjárnsreykjum og komist svo áleiðis hingað í menntaskóla. En vestur frá bara 1-0. Það eru samt skólabílar sem eru að koma og fara, bara þeir koma fyrr vegna þess að þeir þurfa að vera mættir með skólabörnum 8. Ég ætla svona líka að vekja athygli á þessu, svo langar maður að spyrja varðandi lið 2. Hvað í gangi þarna? Hvaða land verið að spá í að selja og til hvers? Takk fyrir þetta, Finnbogi. Ég ekki orðið laust að nýja. Þórdís, við biðjum orðið. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, þetta alveg góðir punktar sem að koma fram í umræðunni og þetta verkefni, þetta tilraunaverkefni sem varðandi menntaskólakrakkana, eða menntaskólanemendur, það heldur áfram. Skólinn hjá þeim hefst klukkan 9 í staðinn fyrir klukkan 8 og það meðal annars það aksturinn sem sem settur til með hliðsjón af því. Það eru bílarnir á Mýrunum, það mega menntaskólakrakkar mega fara í þá bíla, þeir eru bara mun fyrr á ferðinni. Og svo eru tómstundaakstur fyrir þau sem í Óðali og það eru leiðir fram og tilbaka fyrir rauninni alla aðilann, það bara ekki alveg nákvæmlega sömu tímasetningar eða á þessum leiðum, bæði vestur úr og inn Borgarfjörðinn. Varðandi leikskólabörnin, þá hefur ekki verið ákveðið að veita leikskólabörnum heimild til að nota skólabílana og það bara beinlínis ákvæði í okkar reglum sem að banna það að séu tekin leikskólabörn í bílana. Hvort að það sé eitthvað sem að skoða síðar, hvort að ný sveitarstjórn vilji taka það upp, það eitthvað sem að þyrfti þá bara að koma, en það allavega reglunar eru svona og útboðið svona unnið út frá þessu. En þetta tilraunaverkefni með strætóin eða samþættingu aksturs og það að nemendur í Menntaskóla Borgarfjarðar geti tekið og aðrir geti tekið rútuna hefur bara heppnast rosalega vel og við vitum allavega af nemendum sem eru að koma inn í haust sem hefðu ekki komið í skólan ef það hefði ekki verið þessi samþætting aksturs. Þannig að þetta að skila sér í réttan farveg og vonandi bara höldum við þessu áfram, þessu tilraunaverkefni og það verði fjármagnað með einhverjum hætti. Takk fyrir þetta, Þórdís, og það kannski alltaf lagi að bæta við það að ég svona aðeins rætt við fólk sem á börn á upptökusvæðinu fyrir vestan og hvernig þessi þjónusta, því það nú gengur strætó líka þá leið seinnipartinn sem að nýtist misvel bara út af tímasetningum bæði æfinga og bílsins. Þeir foreldrar sem ég hef talað við hafa líka sumir hverjir lagt til að mögulega ættum að skoða að vera bara með niðurgreiðslu, þú veist bara endurgreiðslu á bensínkostnaði þannig að þessi foreldrar geti kannski bara sammælst að sækja börnin eftir að æfingum lýkur. Og það myndi jafnvel kannski henta betur heldur en að vera með bíl sem fastur við einhvern einn tíma. En það er samt gaman að sjá hversu vel samþættingin hefur gengið leiðina Borgarfjarðarsveita megin. Það töluvert nýttur bíllinn leiðin heim sem raunverulega leiðin sem var bætt við, fyrir utan náttúrulega bara breytingarnar opnun bílsins frá Kleppjárnsreykjum og niður eftir á morgnana. En þetta bara eitthvað sem við þurfum stöðugt að vera að ræða og þetta með leikskóla að opna skólabílana fyrir leikskólabörnum, það var ákveðið að gera það ekki að þessu sinni, en þetta samt eitthvað sem við þurfum að ræða og ný sveitarstjórn þarf svolítið að taka fyrir og fara ofan í saumana á og heyra í
þeim sveitarfélögum sem hafa verið að prófa sig áfram með þetta eins og Dalabyggð, af því það eru mjög margir ánægðir með þetta og þetta er alveg eitthvað sem við getum skoðað til framtíðar, bæði hversu margir myndu nýta sér þetta og hver kostnaðurinn er og bara hvernig tryggingamálum yrði háttað þegar við varum komin með börn á fleiri aldursbilum inn í leikskólana. Því þetta er ekki bara skólaakstur þegar þú ert komin til dæmis með 12 mánaða barn, því við erum að taka börnir í 12 mánaða aldur inn í leikskólan okkar hér í Borgarbyggð og það er töluvert að taka 12 mánaða barn inn í bílinn án þess að það fylgi aðili með því sem getur bara veitt ákveðna umönnun ef að svo ber undir. Þannig að þetta er allt góð og gild sjónarmið og þetta er eitthvað sem við þurfum bara að skoða til framtíðar litið og sjá bara hvernig reynslan verður af þessu hjá öðrum sveitarfélögum sem hafa tekið þetta upp. En orðið er laust. Þórdís, þau beðum orðið. Gjör svo vel, Þórdís. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, ég glemdi að svara sveitarstjórnarfulltrúar varðandi annan lið á dagskrá, varðandi kaupa landskika af Borgarbyggð. Það kom tilboð frá aðila að kaupa landskika í eigu sveitarfélagsins sem er fjalllendi og sveitarstjóra var falið að kanna möguleikana á því hvort og þá hvernig við getum selt svona landskik og hvort séu fleiri og svo þurfum við bara að taka afstöðu til þess hvort það sé áhugi fyrir hjá sveitarfélaginu að gera slíkt. Og þannig að nú erum við bara að bíða eftir áliti á því hvort og þá hvernig það sé eðlilegt að gera slíkt og þetta er eins og með aðrar svona takmarkaðar eignir eða auðlindir að við seljum ekki bara þeim sem kemur fyrstur með tilboðu, heldur þyrftum við að auglýsa það með bara svona sannarlegum hætti til sölu ef af þessu verður en þetta yrði náttúrulega tekið að nýju fyrir í byggðaráði. Takk fyrir þetta, Þórdís. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð byggðaráðs frá fundi númer 591. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og telst í fundargerðin framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið 19. Þar er að ræða fundargerð byggðaráðs Borgarbyggðar frá fundi ráðsins númer 592 og er sú fundargerð í 13 liðum. Og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst hún, Finnbogi kveður sér hljóðs. Gjörðu svo vel, Finnbogi. Forseti og sveitarstjórn, það er gott þegar að liðirnir eru á dagskrá, annarra hverju fundargerð, þá getur maður haldið áfram að spyrja. Þetta er liður 1 út á skólaakstri. Ég er bara veltaði fyrir mér. Ég gerir ráð fyrir því að það sé búið að afmarka einhver tíma hvað þetta á að gilda lengi, mögulega 4 ár. Ég er veltaði fyrir mér ef að skekja inn og verði einhverja breytingar á skólaakstri, skólahverfum. Er einhver ákvæði til þess að sleppa þá út úr samningi fyrir eða heldur hann bara í 4 ár og við menn bara í 4 ár ef við langar að gera einhverja breytingar? Takk fyrir þetta, Finnbogi. Orðið er laust og Þórdís hefur beðið orðið. Forseti, það er gildistími samningsins verður 3 ár sem er hægt að framlengja í 1 ár, tvisvar í 1 ár senn. Og það er hægt að fella niður leiðir með 6 mánaða fyrirvara. Þannig að ef verða einhverjar breytingar á svona akstursáætlunum eða leiðum að grunnskólum, þá er hægt að fella það niður. Takk fyrir þetta, Þórdís. En orðið er laust. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og telst því fundargerð byggðaráðs Borgarbyggðar frá fundi númer 592 framlögð. Það eru komin að 20. lið á dagskrá. Þar er að finna fundargerð byggðaráðs Borgarbyggðar frá fundi ráðsins númer 593. Þar er að ræða fundargerð í 17 liðum og er orðið laust. Guðveig hefur beðið orðið. Gjör svo vel, Guðveig.
Já, forseti og sveitarstjórn. Mér langar til þess að byrja á því að kveða með hljóðsetningu lið númer 4 sem heitir Grímshússamningur. En á fundi byggðarráðs þá var staðfest að rifta samkomulagi sveitarfélagsins við leigutaka vegna Grímshús og mér langar bara til þess að í rauninni að brýna sveitarstjórn og væntanlega verður það ekki þessi sveitarstjórn, þetta er svo næsta, að reyna að koma Grímshúsi sem fyrst í notkun og að koma lífin í húsi. Það má eiginlega segja að þessi samningur sem var í gildi, hann hafi ekki farið nógu vel án þess að við séum að benda okkur að sökudólga í þeim efnum, en af því að það er talað um það í tengslum við þetta mál í bókun byggðarráðs að nýting á húsinu verði tekin upp í tengslum við skipulag Brákarey. Við vitum að það mun taka nokkuð tíma og það væri í rauninni bara frekar dapurlegt að við þurftum að horfa upp á það að húsið yrði lítið sem ekkert nýtt. Grímshúsfélagið lagði mikla vinnu í það að koma þessu húsi í það ástand sem það er í og við þurfum bæði að sýna þeirri vinnu líka tilhýðilega virðingu og það er í rauninni bara fyrir að koma kannski á ákveðið viðhald á húsinu og það þarf að koma í það hita og vatni og annað, þannig að þetta er fallegt hús með mikla sögu, þannig að við skulum reyna að stíga fast niður með það að koma þessu í svona varanlega notkun. Mér langaði líka til þess að kveða með hljóðs undir lið númer 7 sem kallast hér, ber heitið fyrirgefið stjórnsýsla í Borgarbyggð tilkynningum kvörtun. Mér langar í rauninni bara aðeins til þess að bara svona til upplýsingar og útskýringar fyrir þá sem lesa þetta að í bókum byggðarráðs kemur fram að í framlögðu bréfi frá ráðuneyti sé fjallað um skýrslu KPMG, en hið rétta er náttúrulega að þetta bréf er í framhaldi af þeirri kvörtun sem ég lagði fram til ráðuneytisins fyrir 1,5 ári síðan og þar sem að ég kvartaði yfir ákveðnum þáttum sem snúa að skort á fjárheimildum og fleira og þessi bókun byggðarráðs er að sjálfsögðu frekar mild en við höfum minnihlutinn bent á það á þessu kjörtímabili, ýmislegt það sem hefur verið túlkað sem rangfærslur á okkar hálfu og í stuttu máli þá er það þannig eins og ég ætla nú ekki að lesa upp þá bókun sem ég lagði fram, en í stuttu máli er það þannig að þetta bréf frá ráðuneytinu er í rauninni tilkynning. Það sem ráðuneytið er að óska eftir í þessu bréfi er einfaldlega það að það er að tilkynna það að vísbendingar séu að stjórnsýsla sveitarfélagsins sem hafi ekki samræmst lög og að það telji ástæðu til að taka stjórnsýslu sveitarfélagsins til formlegra umfjöllunar. Það eina sem ráðuneytið óskar eftir er að fá afrit af innkaupareglum sveitarfélagsins. Þannig að þetta er í rauninni tilkynning og ég verð að segja það að þetta er kannski táknræn en þetta er sorgleg kveðjugjöf frá núverandi frá meirihluta til okkar og næstu sveitarstjórnar að sveitarfélagið sé nú komið til formlegrar umfjöllunar og að stjórnsýsla sveitarfélagsins hafi ef til vill ekki samræmst lög. Og þetta er sorgleg kveðjugjöf á næst síðasta fundi þessa kjörtímabils. Næst síðasta sveitarstjórnarfundi þessa kjörtímabils eru 2 eftir. Já, að minnsta kosti að það líður að lokum þessa kjörtímabils. En eins og ég kom fram í þeirri bókun sem ég lagði fram að þá verðum maður að binda vonir við það að svo úttekt sem KPMG gerði og ný gæðahandbók leiði til þess að
raunverulega úrbætur verði á verkföllum. Og ég vil líka bara að nota tækifærið hér og segja það að það búið að vera þreytandi og óþolandi að þurfa að hlusta á það að þær ábendingar sem að maður hefur verið að leggja fram séu teknar sem rangfærslur og skrifað það í ræðu og riti. Ekki meir það. Mér langar líka til þess að kveða með hljóðsérna undir 9. lið sem sundlaug Borgarbyggðar. Þar lagður fram tölvupóstur frá íbúa þar sem óskað eftir upplýsingum hvort opnunartími sundlaugarinnar í Borgarnes yrði endurskoðaður, en það tengist í rauninni því að með tilkomu reglna styttingu vinnuvikunar þá var farið í að endurskoða skipulag íþróttamiðstöðvarinnar og þá var lagt til að í stað þess að sundlaugin opnaði klukkan 6 myndi hún opna klukkan 6:30 en íþróttahúsið opna klukkan 6. Mér fannst í sjálfu sér alveg eðlilegt að skoða þetta eins og annað í tengslum við það þurfa að koma til móts við styttingu vinnuvikunar, en ég held að við hljótum að vera sammála það að með þær upplýsingar sem við höfum, þann kostnað sem þetta felur í sér, að þá held ég að hann virðist vera innan við 1 milljón króna á ári, þannig að ég held að við getum alveg komið til móts við íbúa sveitarfélagsins ef þetta þjónusta sem mikið kallað eftir, en auðvitað þarf að skoða þetta líka með tilliti til vaktaskipulags og annars í íþróttamiðstöðinni. En það var ekki fleira í þessari dagskrá. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Forseti ætlar að taka stuttlega til máls undir þessari fundargerð byggðarráðs, af því ég sit nú þar sem einn aðal manna í byggðarráði, og forseti ætlar að fá að kveða sér hljóðs undir lið 7, þar sem ber heiti stjórnsýslu í Borgarbyggð, tilkynningum kvörtun, en það mikilvægt að það komi fram báðar hliðar á peningnum þegar verið að fjalla mál af þessu tagi, og kannski að inngangur málsins hjá byggðarráði, hann raunverulega næri svo svolítið í hnotskurn að mínu mati, og því ætla ég að fá að lesa hann upp svona fyrir heyranda hljóð. Þar kemur fram Grunnskólans í Borgarnesi sem vísað til í bréf ráðuneytisins skýrsla lögð fram á þessum fundi byggðarráðs og birt með fundargerð á heimasíðunni. Það kemur fram í bókuninni undir þeim lið að ljóst að annmarkar voru á vinnulegu eftirliti stjórnsýslunnar allt frá upphafi framkvæmdar frá árinu 2014, en ekki lá fyrir í upphafi með ítarlegum hætti hlutverk og ábyrgð byggingarnefndar, stjórnenda og eftirlits. Ekki var farið eftir þágildandi innkaupareglum og einstaka þættir ekki unnið með fullnægjandi hætti. Með skýrslunni kemur skýrt fram hvaða atriði það voru sem fóru úrskeiðis við framkvæmdina og taldi sveitarfélagið að nauðsynlegt væri að gera úrbætur á því ferli sem hefur verið farið yfir framkvæmdirnar. Þetta var raunverulega bókað við skýrsluna á sínum tíma og þá var einnig tekið fyrir á þeim fundi sem að sveitarstjórnarfulltrúi Guðveig kom reyndar ágætlega inn á í sínu máli áðan, að það voru tekið fyrir drög að verkferlum framkvæmdir á vegum sveitarfélagsins og þá var samþykkt að farið yrði eftir honum í framkvæmdum sveitarfélagsins þar á eftir. 2 byggingarnefndir hafa nú verið stofnaðar á grundvelli þessa nýja verkferils og verður verkefnalýsing verkefnastjóra og verkeftirlitsmann tekið fyrir á fyrsta fundi byggingarnefndanna. Og þar voru einnig lögð fram drög að fyrstu útgáfu gæðahandbókar Borgarbyggðar og hefur byggðarráð þegar samþykkt þær verklagsreglur viðauka við fjárhagsáætlun sveitarfélagsins sem eiga að koma í veg fyrir að farið sé með fjármuni sveitarfélagsins í samræmi við formreglu fjármálakafla sveitarstjórnarlaganna og í samræmi við bindandi áhrif fjárhagsáætlana. Þannig að það þegar búið að fara í miklar aðgerðir til þess að ná betra utanumhaldi slíkar framkvæmdir og stór verkefni á vegum sveitarfélagsins. En það sem ég vildi kannski draga fram með þessu það að það var að frumkvæði, af því að Guðveig fór mikið meiri hluti, minni hluti og hver ber ábyrgð á hverju í þessu samhengi,
að sjálfsögðu berum við öll ábyrgð, við erum öll sveitarstjórnarfulltrúar, en það var að frumkvæði meirihlutan sem var farið í þessa úttekt og við létum gera úttekt á þessu verkefni við grunnskólann í Borgarnesi til þess að vita nákvæmlega hvað brotalamirnar lágu og þær teygðu anga sína allt aftur til ársins 2014. Og þá veit ég ekki betur en að það hafi verið fulltrúi minnihlutans sem satt sem formaður byggðarráðs á þeim tíma og það kemur fram að ástæðan fyrir því að meðal annars, það er náttúrulega fjöldinn allur af svona ábendingum og athugasemdum misalvarlegum sem koma fram og við erum búin að reyna að taka með þeim öllum, en það var í grunninn það að það var lá ekki fyrir með nægilega skýrum hætti hvert verkefni var þegar var farið á stað. Þannig að við verðum bara að læra af þessu og vera vel undirbúin, láta hanna verkefnin til enda, setja gæðahandbækur og verkferla framkvæmdir sem við erum búin að gera nú þegar. Þannig að sjálfsögðu viljum við öll að það sé vel haldið utan framkvæmdir sveitarfélagsins og mér finnst meirihlutinn vera að sýna það í verki með því að fara sjálfur að eigin frumkvæði í það að láta þriðja aðila taka út framkvæmdina, koma með tillögur að úrbótum og láta framkvæma þær þegar í stað. Og ég veit að hluti af því fólki sem sat hérna í sveitarstjórn, sem situr í sveitarstjórn núna, gerði það ekki 2014 og þetta er náttúrulega verkefni sem að byrjaði líka töluvert smærra. Það átti raunverulega ekki að vera jafn stórt og raunin varð þegar það nú er það á loka metrónum og við erum bara nokkuð ánægð með þær breytingar sem hafa verið gerðar við grunnskólann í Borgarnesi. En ég ætla svo sem ekki að hafa fleiri orð þetta og gefa orðið laust aftur. Guðveig hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti og sveitarstjórn, þetta verkefni er vissulega að þeirri stærðargráðu að við getum lært að til lengri tíma litið og nýtt okkur þann lærdóm í þeim framkvæmdum sem eru framundan í sveitarfélaginu. En mér langar bara til þess að árétta því hér er verið að draga fram tímatalið 2014 þegar í upphafi, en hver sá sem vill lesa skýrslu KPMG getur áttað sig á því þegar tímalínan er skoðuð að fíaskóið byrjaði sirka bát árið 2018 þegar það var farið í útboð án þess að var drifið af stað án þess að hönnun væri í rauninni tilbúin og það er svo framúrkeyrsla á fjárhaldum sem átti sér stað núna í lok síðasta árs sem ekki tókst að greina að hana held ég að sé varla hægt að rekja til upphaf þessa framkvæmda 2014 þegar var ekki byrjað að framkvæma neitt. En að því sögðu þá ætla ég ekki að velta mér frekar upp úr þessu máli. Mér finnst bara alveg eðlilegt að benda á þetta og eins og áður sagði að þá er þetta sjálfsögðu eitthvað sem við hljótum að nýta okkur sem lærdóm inn í næstu árin. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Þórdís hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, Guðveig kom jafnframt inn á samninginn varðandi Grímshús og við erum að láta skoða núna hvað það er, umsjónarmaður og eignar að skoða og leggja mat á hvað það er sem við þarfum að gera til þess að koma inn hita í húsi og klára svona þessa grunnvinnu svo að húsið liggi ekki undir skemmdum og svo munum við taka þetta fyrir á næsta byggðarráðsfundi. Fulltrúi þeirra Grímshúsfélaga sem tóku húsið í gegn kom til fundar við mig í þessari viku og ég held að hann hafi verið frekar ánægður með það að þessi samningur væri liðinn undir lok. Þannig annars ætla ég ekki að staldra við stjórnsýslu þessa tilkynningu kvörtun. Við erum að gera svarbréf og það er ýmislegt sem okkur er
veitt færi á að koma frekar skýringum á framfæri varðandi þessa fyrirhugun ráðuneytisins að taka málefni til umfjöllunar og við óskuðum eftir fresti þar sem við viljum leggja drög að bréfinu fyrir byggðaráð í næstu viku og þá munum við, eða svarin okkar til ráðuneytisins. Þá munum við svara því, svo varðandi sundlaugarnar og opnunartímann. Þurfum að skoða þetta líka bara út frá svona jafnræðinu og tilganginu með styttingu vinnuvikunar. Og þetta er ótrúlega óheppilegt hvernig stytting vinnuvikunar kemur mismunandi niður á starfsfólki og þjónustuþegum og þetta er svona eitt af því sem við þurfum að skoða í þessu tilviki og munum líklega bara koma með það líka fyrir á næsta byggðarráðsfund. Takk fyrir þetta, Þórdís. Ég ætla bara að bæta örstutt við þennan 7. lið og stjórnsýslukvörtunina. Bara svo það komi fram að þá eru þessar gæðahandbækur sem meðal annars hafa verið samþykktar og önnur snýr nákvæmlega að hvernig á að bera sig að þegar gerðir eru viðaukar. Það er líka búið að fara í það að skilgreina betur störf þeirra sem taka sæti í byggingarnefndum, hvert þeirra hlutverk er, hvert hlutverk starfsmanna er, hverjir þeir eru sem samþykkja reikninga, hverjir fara yfir þá og hvernig verður unnið með þá og hvernig verður unnið eftir núna í kjölfarið af þessu. Þannig að við erum þegar vonandi búin að koma til móts við töluvert af þessum athugasemdum. Varðandi það að ráðuneytið hafi ákveðið að taka þessa kvörtun frá framsóknarmönnum til skoðunar, að þá myndi ég allavega að telja að þeim væri það bæði rétt og skylt þegar sveitarfélagið sem ræðir er sjálft búið að gefa það út að það voru ákveðin vinnubrögð sem við hefðum viljað gera betur. Erum búin að fá úttekt sem hefur komist að þeirri niðurstöðu að það voru þarna ákveðnar brotalamir sem við þurftum að fara í að laga. Þannig að ráðuneytið fær svör við sínum fyrirspurnum og svo klára þeir bara sína skoðun og það kemur einhver niðurstöða þar. Og við megum bara ekkert vera hrædd við að taka á móti því og vinna úrbætur á þeim grundvelli. Og þangað stefnum við. Og mér heyrist öll vera sammála það að nú eru 2 stór verkefni þegar í pípunum. Þessar byggingarnefndir sem hafa verið stofnaðar eru á grundvelli nýrra reglna og við erum alveg fullvissum að þetta að utanumhald verður mun þéttara og stífara á næstu árum þessar framkvæmdir. En ég gef orðið laust. Það eru ekki fleiri sem kveða sig hljóðs og telst í fundargerð byggðaráðs frá fundi nr. 593 framlögð. Þá erum við komin að lið 21 og fundadagskrá. Þar að ræða fundargerð byggðaráðs frá fundi ráðsins nr. 594 og það fundargerð í 16 liðum. Og orðið laust. Guðveig hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Guðveig. Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Mér langar til þess að kveða með hljóðsérnefni lið nr. 1 sem kallast endurskoðun á samstarfssamningi Borgarbyggðar og ÖMSB en í sjálfum sér þá langaði mig kannski helst ef ég byrja upp á nýtt í rauninni það að byggðaráð ætlaði að fjalla þann hluta samningsins við ÖMSB sem snýr að starfi tómstundafulltrúa en við bókuðum í rauninni það í leiðinni að við þyrftum að taka upp samtali við ÖMSB varðandi allan samninginn og mér langaði bara til þess að nota tækifærið til þess, nú veit ég að þetta er kannski einn af þeim samningum sem að mun líklegast lenda á næstu sveitarstjórn að ræða við ÖMSB og ég held að það sé nauðsynlegt fyrir okkur sem samfélag og sem sveitarfélag að fara aðeins að endurhugsa það með hvað hætti og hvað hlutverk við viljum að ÖMSB sinni fyrir okkur. Og þá er mjög mikilvægt að við hugsum til lengri tíma og áttum okkur á stöðunni sem við erum í dag og ekki bara við heldur
já, ekki bara við sem sveitarfélag heldur bæði sem land og já, bara förum út fyrir landsteinana að sko UMSB svona dæmi svona regnhlífarsamtök þar sem að undirbúa sjálfboðaliðar og við treystum á það að þessar deildir sem eru undir UMSB, við treystum á það að þær haldi úti starfsemi, haldi úti fjölbreyttri starfsemi fyrir börnin okkar. Við treystum ekki bara á það, heldur treystum við líka á það að þessar deildir séu með vel þjálfaða og góða þjálfara og að all umgjörð sé fagleg og góð. Og það er nokkuð ljóst að við þurfum að bæði að endurskoða þessa þætti út af því að við getum ekki treyst á það til framtíðar að þessari starfsemi verði haldið úti af meira og minna sjálfboðaliðum með svona einhverjum veikum mætti. Og ég þarf ekki að tíunda það, við vitum alveg að starfsemi þessara félaga, hún er oft á höndum fárra aðila. Þetta er bara stórt lýðheilsumál, myndi ég segja, til lengri tíma og mér hlakkar til að eiga samtali við UMSB út af því að það var þannig fyrir mörgum árum síðan að UMSB var í rauninni í miklu fjölbreyttari verkefnum. Það var verið að kenna fundarstjórn og það var bara ýmislegt annað og ég held að það sé bara spennandi að eiga að Borgarbyggð eigi gott samstarf og samtali við UMSB hvert hlutverk þeirra sé til lengri tíma og ég held að við séum líka komin á þann stað að við verðum að gera ráð fyrir því í tengslum við rekstur og fjármál sveitarfélagsins að koma að myndarlega hætti til móts við þessa starfsemi. Og það má ekki gerast of seint. Sko, það má ekki gerast þegar verið farið að molna undan félögunum og það sé enginn til þess að gefa kost á sér í stjórnir og annað. Þannig að við þurfum að vera á undan og við þurfum að vera búin að grípa boltan áður en að hann fellur flatur til jarðar. Við erum með mikil tækifæri inn í þessu og mér hlakkar til þess að geta átt þetta samtal vonandi á nýju kjörtímabili og við hefjum okkur aðeins til flugs og horfum aðeins lengra inn í framtíðina og verum svolítið framsækið sveitarfélag þegar kemur að því að horfa á íþrótta- og tómstundamál til lengri tíma. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Friðrik hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Friðrik. Sveitarstjóri og góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Ég vil þakka Guðveigu fyrir hennar innlegg í þetta. Þetta er nefnilega afar mikilvægt mál fyrir okkur og tillaga fræðslunefndar sem er upphafið að þessu máli að sumu leyti mjög ágætt. Það væri mjög gott að sveitarfélagið hefði íþrótta- og tómstundafulltrúa í fullu starfi öflugan líkt og var hér á árum áður. En móti kemur að þessi samningur sveitarfélagsins og UMSB hefur verið okkur afar farsæll, hefur hleypt nýju lífi í UMSB, gerði það á tímabili þar sem að félagið var smám saman að brotna undan sambandinu og í framhaldi af því líka félögunum, ungmennafélögunum. Þetta var björgun að sveitarfélagi gerði þennan samning við UMSB og við megum ekki og ég treysti því að þessi afgreiðsla byggðarás daginn
þýðir það að við ætlum okkur ekki að breyta þessum samningi öðruvísi en þannig að hann verði til að efla þetta starf en ekki að grafa undan því. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Friðrik. Eru fleiri sem vilja kveða sér ljóðs? Þórdís hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, það eru 2 samningar í gildi við UMSB. Ég tek undir það með þeim sem hafa komið hér að máli áður. Það er mjög mikilvægt fyrir okkur að styðja vel við íþróttahreyfingur okkar með alls konar samstarfi og það er alls konar möguleikar í stöðunni. Ekki endilega bara einhver yfirfærsla á verkefnum eða fjármagn, heldur líka bara svona ákveðin stuðningur og eitthvað sem við getum bara bætt ennþá betur og ég held að það sé bara mikið tækifæri til þess. Það eru þessi 2 samningar í gildi, annars vegar varðandi svona ákveðin verkefni sem fara yfir til UMSB og þá með ákveðinu fjármagni og svo þessi verkefni sem að varða tómstund og íþróttafulltrúan. Þegar þessi verkefni voru sett yfir til UMSB í þessum samningi, annað var gert árið 2014 og hinn 2015, mannaði ekki alveg, það var alveg 1 ár á milli samningana og 2014 og 2015 og þegar þessi seinni samningur var gerður tómstundamálin og frístundina og annað, þá var ekkert eða mjög takmarkað svona lögbundið hlutverk sveitarfélagsins í þessum verkefnum. Núna er lögbundna hlutverki orðið mun meira og það er gerða ríkar kröfur til þess hvernig frístundastarfi er og frístund eftir skóla og annað slíkt, þannig að við þurfum líka kannski að færa það nær stjórnsýslunni. Það hafa komið svona til umræðu hvort að við getum kannski bara haldið áfram á dagi. Þegar við vorum í Borgarbraut 14 þá var UMSB með okkur í húsinu og það var ákveðin nálægð og þægilegt að hvernig samskiptum voru þar. Mögulega getum við boðið það aftur í nýju ráðhúsi og ég held að séu bara alls konar hlutir og alls konar tækifæri að skoða þá varðandi þennan fyrri samning, hvað getum við gert til þess að bæta kannski bara betur með einhverjum hætti, einhverju samstarf og slíku. En það eru líka bara svona ákveðin stjórnsýsluleg leiðinda svona bjúrokrasíu rauðspjöld við samningin varðandi tómstundafulltrúan sem að væri svo þægilegt, mjög gott fyrir okkur að hafa innan stjórnsýslunar en ekki í úthýstu verkefni. En bara ég var stödd á fundi hjá UMSB þar sem allar deildirnar voru 100. sambandsþingi. Það var ótrúlega flott og gaman að vera á þessu sambandsþingi, mikill kraftur í félögunum og mikill fjöldi fólk sem mætti og gaman að sjá fólk núna eftir að hafa verið þessi 2 ár í COVID og mér líst vel á þessa fulltrúa sem við erum með í þessum málefnum og við þurfum líka, eins og Guðvi kemur inn á, þetta með sjálfboðaliðana, við þurfum að finna leiðir til þess að örva það en frekar eða hvernig er hægt að vinna í þessum sjálfboðaliða störfum sem hafa verið svo dýrmætt fyrir samfélagið í heild. Þannig að þetta eru ákveðin atriði sem við þurfum að skoða ég og sviðsstjóri fjölskyldusviðs áætlum að hitta stjórn UMSB í næstu viku, mögulega þar næstu viku fara aðeins yfir þetta og starfsmann framkvæmdastjóra og skoða hverjir eru möguleikarnir og hvað erum við að sjá, hvað er það sem er að fara út með þessum samningi ef við hættum með hann sem að væri hægt að bæta upp með öðrum hætti eða hvað er það hvaða stuðning vilja þið fá og hvernig getum við séðan fyrir okkur. Þannig ég held að við hljótum að geta fundið ykkur góða leiðir í hvernig við klárum þetta enda fullt af góðu fólki til að starfa með. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Það virðist ekki vera. Kannski bara að örstutt varðandi þennan lið 1, endurskoðun á samstarfssamningi Borgarbyggðar og UMSB.
Það var mjög áhugavert að fá fulltrúa UMSB inn á fundin og heyra svona þeirra sýn á samningin og þessu verkefni og hvernig þeir sjá fyrir sér að málefnin verði unnin til frambúðar litið og þess vegna ákvað byggðarráð að afgreiða málið með þessum hætti. Við teljum bara að það sé hægt að komast að niðurstöðu þar sem að báðir aðilar raunverulega fara sterkari frá borði. Það má ekki vera þannig að þó að við myndum færa þetta starf yfir að það veiki með einhverjum hætti UMSB. Við viljum að sjálfsögðu bara vera áfram í góðu samstarfi við þau og að samstarfið verði til þess að við erum öll með það að markmiði að efla íþróttastarf og tómstundastarf íbúa sveitarfélagsins. Þannig að vonandi bara kemst þetta samtal á sem fyrst og væntanlega verður komin einhver niðurstaða í þetta mál fyrir kosningar. En ég gef orðið laust að nýju þessa fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og telst í fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi nr. 594 framlögð. Þá erum við komin að öðrum fastanefndum og þar fyrst lögð fram fundargerð fræðslunefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 207 og ætlar Silja Eyrún að fylgja þeirri fundargerð stuttlegu hlaði. Gjörðu svo vel, Silja. Forseti og aðrir fundamenn, ég sat þennan fund sem varamaður í fjarveru Axels og þar sem Magnús ekki verið í dag ætla ég að fara yfir fundargerðina svona í stuttumáli. Í byrjun fundurinn var haldinn á Teams og í upphafi fengum við kynningu frá Menntaskóla Borgarfjarðar skólaþróunarverkefni MBA-menntun fyrir störf framtíðar og þetta var virkilega skemmtileg kynning og bara mjög áhugavert það sem við erum að gera. Hugmyndirnar eru mjög róttækar og spennandi og fræðslunefnd mjög áhugasöm að kanna möguleikana því hvort Borgarbyggð gæti á einhvern hátt verið samstarfsaðili í verkefninu og að grunntón og leikskóla Borgarbyggðar gæti verið þáttakendur. Og var því vísað til byggðarráðs. Í öðru lagi var verið að fara aðeins yfir skólastefnuna sem búin að vera í vinnslu og eins og Þórdís talaði í upphafi að þá var mjög skemmtilegur íbúafundur haldinn í Hjálmakletti 20. mars síðastliðinn og það eru komnar mjög margar áhugaverðar niðurstöður fram og það verður bara mjög skemmtilegt að fylgjast áfram með þessu verkefni. Það var farið aðeins yfir útboð skólaakstri og við erum aðeins búin að taka náttúrulega smá hring á því í dag. Einnig var svo lagt fram kynningarbréf og erindisbréf byggingarnefndar fyrir Kleppjárnsreyki og var varðandi framkvæmdar á skólahúsnæðinu og var kynning á erindisbréfinu sem var bara lagt fyrir nefndina. Þá fórum við einnig líka yfir íþróttahúsið. Þar einnig náttúrulega líka verið að fara af stað í framkvæmdir við íþróttahúsið í Borgarnesi og var einnig lagt fram þar til kynningar erindisbréfið fyrir þá byggingarnefnd. Það var lagt fram til kynningar varðandi PISA 2022 og einnig kom orðsending frá mennta- og barnamálaráðherra varðandi það að það eru engin samræmd könnunarpróf árið 2022. Í lokin vorum við að fara aðeins yfir líka endurskoðun samstarfssamningi Borgarbyggðar og UMSB eins og við höfum líka talað og ég get alveg tekið undir þess að Guð var að tala áðan varðandi sjálfboðaliðana og fleira. Þetta risastórt starf sem unnið af hjá öðrum deildum sem bara algjörlega ólaunað og við þurfum að passa rosalega vel upp á þetta líka eins og Friðrik kom inn á varðandi UMSB verður að fá að halda áfram að vera sterkt en hins vegar teljum við það sé alveg rétt að tómstundastarfi færist aftur yfir til Borgarbyggðar. Fleira var ekki gert á þessu fundi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Silja. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð fræðslunefndar. Guðmundur Freyr hefur beðið orðið.
Já, forseti, ágætu fundarmenn. Mig langar aðeins að tjá mig undir lið 4, grunnskóli Borgarfjarðar Kleppjárnsreykja deild, framkvæmdur að skólahúsnæði. Og mig langar svolítið að taka undir bókun Magnúsar, þar sem að segir að skólahúsnæði, sú frumhönnun sem liggur fyrir byggingarnefnd gert ráð fyrir að skólahúsnæði sé fyrir 130 til 150 börn og það sé fullnægjandi fyrir þau börn sem eru á svæðinu og það er gert ráð fyrir töluverður fjölgun. Og eins er hægt að fara í stækkun á skólahúsnæðinu til þess að bregðast við ef að fólk í uppsveitum fyrir að fjölga sér mikið. Nú, svo er líka eins og við höfum komið fram á gegnum skipulagsmálin fyrir hugaðar íbúabyggðir, svoleiðis að það hefur auðvitað áhrif svolítið á þessar fyrirætlanir og tækifæri til þess að bregðast við einmitt í þessum fasa. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Eru fleiri? Guðveig hefur beðið orðið, gjör svo vel, Guðveig. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, mér langaði líka til að kveða með hljóðs undir lið númer 4, grunnskóli Borgarfjarðar Kleppjárnsreykja deild, framkvæmdur og skólahúsnæði, en þar leggja fulltrúar Framsóknarflokksins fram bókun þar sem er, ég ætla ekki að lesa hana alla, en það sem þau eru að mikilvægt að þessi tekið tillit til þess, að byggingarnefndin tekið tillit til þess að í ljósi nýframkominna áforma uppbyggingu og nýjar íbúðalóðir við Reykholt og Húsafjall sé skynsamlegt að staldra við núverandi áform útboði lokahönnun á grunnskólanum á Kleppjárnsreykjum. Það sem átt er við hér í þessari bókun, það er ekki verið að gera ráð fyrir því að það sé hægt við verkefnið eða eitthvað slíkt. Það er bara einfaldlega að vera að benda á það þannig að við lendum ekki út í horni með það að vera, þetta eru bara eins og við vitum öll, þetta eru bara nýjar upplýsingar sem eru komnar fram áformu uppbyggingu á svæðinu og þá þarf bara að taka mið af þessum upplýsingum þegar við förum í hönnun á húsnæðinu. Þótt að ég sé engin tæknimenntaður einstaklingur, þá hlýtur það að vera þannig að þú ætlar til dæmis að stækka húsið eða setja aðra hæð á skólan, að þá þarf að taka tillit til þess í undirvinnu. Það er væntanlega ekki þú vinnur ekki undirlag undir byggingu með sama hætti ef hún er 1 eða 2 hæðir til að mynda, og það er í rauninni bara þetta sem er verið að benda á, að við vitum hvert við séum að fara að stefna til lengri tíma litið. Það eru komnar fram nýjar upplýsingar sem eru bara ánægilegar, það er sjálfsögðu bara ánægilegt að það sé verið að fara í frekari uppbyggingu á svæðinu, en lendum ekki því að fara að læsa okkur inn í einhverjum asa en það kom einhverju af stað og lenda svo í einhverjum ógöngum af því korteri seinna verið skólinn orðinn of lítil og við vitum ekki hvar og hvernig við hefðum ætlað að stækka hana með hvaða hætti, eða húsnæði einfaldlega sé ekki gert ráð fyrir því í hönnun húsnæðisins. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Logi Sigurðsson hefur beðið orðið, gjör svo vel, Logi. Forseti, ágæta sveitarstjórn, mér langaði að kveða mér hljóðs undir þessum sama lið. Ég held að það séu allir sammála það að það þurfa að vanda til verka í þessu og einmitt huga að þessu sem að þau hafa komið inn á hérna á undan, að það er gert ráð fyrir eða við höfum trú á því að það verði mikil fjölgun, og ég held að byggingarnefndin muni bera gæfa til þess að huga að þessu við vinnuna við verkið, að gera ráð fyrir því að það sé hægt að stækka þetta enn frekar á næstu árum. Takk fyrir þetta, Logi. Þetta er nefnilega mjög mikilvægur punktur. Það hafa verið greinilega mjög góðar umræður í gangi hérna inn í fræðslunefnd þetta mál og
Það er ekki búið að loka eitt eða neitt inn á þessu stigi málsins. Þessi háttvirta byggingarnefnd hefur fundað einu sinni og það verður verkefni hennar að klára nákvæmlega endalega útfærslu á húsnæðinu. Og það verður bara gaman að fylgjast með því verkefni. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera og telst því þessi fundargerð fræðslunefndar frá fundi nr. 207 framlögð. Þá erum við komin að 23. lið á fundadagskrá. Forseti ætlar að óska eftir leyfi fundarins til þess að verði lagðar fram saman, sem sagt 23. liður og 24. liður, 2 fundargerðir skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar og Guðmundur Freyr, formaðurinn, fari yfir þær báðar í einu og fá kannski bara merki frá þeim sem eru því samþykkir. Það er samþykkt. Þannig gjör svo vel, Guðmundur Freyr. Já, forseti ágætu fundarmenn. 37. fundur skipulags- og byggingarnefndar fór fram þann 23. mars síðastliðinn. 8 mál voru á dagskrá og ætla ég að venju samkvæmt að fara yfir þau mál sem ekki hafa verið tekið fyrir hér. Nú, fjallað var tillögu að nýrri götu við Kveldúlshöfða, íbúagötu, og lagt var fram uppkast að mögulegri legu götunar. Gatan tengist annars vegar nýrri óbyggðri götu, sem ég gat reyndar ekki fundið nafn á, hún sennilega ónefnd ennþá, og Fjólukletti hins vegar. Gatan krefst breytinga á aðalskipulagi og vegna þess að eins og þetta lítur út í dag þá væri gatan innan veghelgunarsvæðir þjóðvegarins sem að kæmi þarna út fyrir eftir eins og aðalskipulagi gerir ráð fyrir. En núna er ákveðin hópur af störfum sem verið að ræða legu þjóðvegarins og þetta auðvitað færi í auglýsingu og fengjum umsögn þegar þetta verður komið lengra. En forsvarsmenn Vegagerðarinnar eru meðvitaðir þessar hugmyndir okkar. Nú, tekin á fyrir athugasemd vegna lóðarúthlutunar við Stekkjarholt í Borgarnesi og ljóst er að skoða þarf lóðaskipan í götun eftir nánari athugun á málinu og skipulags- og byggingardeild var falið að vinna í málinu og svara erindinu. Farið var yfir hugmyndir að breyttu deiliskipulagi í Varmalandi. Það sem landslag þykir mikil áskorun til byggingaframkvæmda var ákveðið að hefja vinnu við tillögu að breyttu deiliskipulagi þar sem að meðal annars byggingarreitir eru færðir, lögum lóðar breytt og 3 lóðir eru felldar út ásamt fleiri lagfæringum sem að má lesa í inngangi málsins. Nú, fjallað var umsókn fyrir starfsmannahúsum í landi Hamars. Það er Hótel Hamar sem að óskar eftir stöðuleyfi. Nú, og þetta er í landi Golvallarins og samkvæmt aðalskipulagi er ekki gert ráð fyrir öðru en því sem tengist starfsemi Golvallarins og því óhjákvæmilegt að hafna þessu og með leiðbeinandi orðalagi segja að það þurfa að gera breytingu á aðalskipulagi ef þetta eigi að verða veruleika. Nú, frá Hvanneyri kom óskum stofnun lóðar við Ásveg 12, nánar tiltekið. Nefndin tók vel í hugmyndina og telur hún að hún samræmist þeirri götumynd sem fyrir er. Lóðin er nú þegar til í þjóðskrá en vinna þarf lóðarblöð. En að loku þeirrar vinnu verður hægt að auglýsa lóðina eftir úthlutunarreglum sveitarfélagsins. Nú svo er það 37. fundur skipulags- og byggingarnefndar sem fór fram þann 1. apríl og 13 liðir voru á dagskrá á þeim fundi. Og fyrst ber nefna aftur Stekkjarholt og undir liðnum í þetta skipti fól nefndin deildinni að hefja vinnu við breytingu á deiliskipulagi þar sem að verði farið yfir lóðarmál í þeirri götu. Nú, sveitarfélaginu barst fyrirspurn breytingu á deiliskipulagi í Brákarsundi. Samkvæmt deiliskipulagi er í dag gert ráð fyrir að á svæðinu sé leikvöllur eða leiksvæði
Breytingi fæli í sér að heimila byggingu bílskúra. Nefndin telur bygginguna ekki passa inn á svæðið og hafnar því hugmyndinni. Næsta fjalla lítillega Vallarás, atvinnusvæði hérna fyrir utan Borgarnes og áhrif nýs vegstæðis þjóðvegar 1 eða þjóðvegarins á lóðarstærðir syðst á svæðinu. Þetta er í rauninni bara upplýsandi liður í vinnu að deiliskipulagi fyrir þetta svæði. Nú fjalla var næstu götu líka, það er að segja Sólbakka, en undir þessum lið þá var starfsmönnum falið í þeirri vinnu við breytingu og deiliskipulagi sem í gangi vegna lóðana 24 og 26, eða 24, 24a og 26, 26a segi, að fara yfir stærð byggingarreita lóða á svæðinu og sem og byggingarheimildir áður en tillagan kemur svo fyrir næstina fund. Í lið 6 heimila nefndin lítillega frávik á framkvæmdi vegagerð á frístundasvæði, en það þarf að mæla upp eina lóð vegna þess. Það eru líka litlu málin sem við tökum fyrir inn í skipulagsnefnd. Sótt var lóðina Sólbakka 24 og hugðust umsækjandi nýta lóðina sem athafnasvæði. Lóðin er í dag ekki tilbúin til úthlutunar, það er ekki gata við lóðina og það þyrfti að breyta aðalskipulagi þar sem svæðið er skilgreint sem landbúnaðarland og óbyggt svæði. Og komið til úthlutunar síðar meir gerir nefndin ráð fyrir því að það rísi atvinnuhúsnæði. Umsækjandi sóttist eftir lóðinni sem athafnasvæði. Nú fyrirspurn barst vegna Melabrautar 2a, það eru atvinnulóð á Hvanneyri. Þar kom fram að ætlunin væri að reisa 12 bila iðnaðarhús. Nefndin bendir umsækjandi á að vinna þarf breytingar á deiliskipulagi og skila inn tillögu svo hægt sé að taka efnislega afstöðu til hugmyndarinnar. Í lið 10 er óskað eftir óverulegri breytingu á deiliskipulags þar sem stendur til að færa byggingarreit innan lóðar og málið verður áfram unnið með umsækjanda. Og lið 11 er óskað eftir óverulegri breytingu vegna Fjólukletts 22 og óskað eftir breytingu þar sem að fyrirhugar að reisa íbúðarhús sem teygir sig út fyrir skipulagðan byggingarreit, en þar með yrði hús hornið hálfan meter frá lóðamörkum. Í þessu máli sem og því fyrra þá var skipulagsfulltrúa falið að vinna málið áfram með umsækjanda. Nú að lokum voru lagðar fram afgreiðslur byggingafulltrúa. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðmundur Freyr og forseti opnar til umræðu fyrst varðandi fyrri fundagerðina frá fundi skipulags- og byggingarnefndar númer 36. Og ef fulltrúar vilja taka til máls þá bið ég að vísa í númer og heiti liða. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst í fundagerðin framlögð. Þá er opnað fyrir umræðu 24. lið eða fundagerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi númer 37 og orðið er laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst í fundagerðin framlögð. En þá er komið að 25. lið á fundadagskrá. Þar er að ræða fundargerð atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar frá fundi þeirrar nefndar númer 34 og ætla Þórdís Sif sveitarstjóri að fylgja þeirri fundargerð úr hlaði. Gjörðu svo vel, Þórdís. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Í fjarveru Magnúsar sveitarstjórnarfulltrúa þá tek ég að mér að fara yfir þessa nefnd eða það sem fór fram á þessum fundi. En ég var þó ekki viðstödd heldur bara með punkta frá viðkomandi starfsmanni. Í skýrslu samskiptastjóra þar var farið aðeins yfir drög að hönnunarstaðli. Þar sem það var verið að gera hönnunarstaðal fyrir sveitarfélagið í heild og voru nefndarmenn mjög ánægðir með þá vinnu.
þá var jafnframt, þá voru nefndamenn upplýstir að búið að uppfæra allar upplýsingar á heimasíðunni. Það var semst gagnger vinna með öllum stofnunum að skoða og fara yfir efni heimasíðu Borgarbyggðar og búið að uppfæra og bæta þær upplýsingar. Og nú hefst vinna við að uppfæra þjónustugáttina og setja inn fleiri umsóknir þar og breyta þeim eftir þörfum. En við erum komið með svona umsóknarkerfi þar sem við getum sett sjálfin umsóknir og á að vera hægt að gera það bara með mun einfaldra hætti en áður. Það var rætt atvinnumálaþingi sem ég kom aðeins inn á í skýrslu sveitarstjóra hérna áðan sem verður haldið 27. apríl. Og þingið áætlað fyrirtækjum og einstaklingum með áhuga á atvinnumálum sveitarfélagsins og ég held að þetta verði bara mjög áhugavert þing og svona umræður bara það hvernig getum við bætt atvinnumálin, hvernig getum við gert fjölbreyttara atvinnulíf í sveitarfélaginu og hvernig geta fyrirtæki og einstaklingar sem eru í atvinnusköpun bætt sína starfsemi, útvíkkað hlutverk sitt og auki nýsköpun. Þannig að ég held að þetta verði bara mjög skemmtilegt og svona kannski bara ákveðin svona byrjun á meira samtali og meira samstarfi. Síðan var hérna tilgreindum sagt frá nýju viðbótin á heimasíðu Borgarbyggðar þar sem að íbúar geta núna séð allar upptökur og útsendingar á fundum inni á heimasíðunni. Áður var þurft að leita þessu á öðrum stöðum. Á annar mál á dagskrá var áningarstaður og Hrygg á Bröttubrekku. Þetta var sprettverkefni hjá áfangastaða og markaðssviði SSVAF. Það var óskað eftir aðkomu Borgarbyggðar á uppbyggingu á svona kaldri upplýsingastöð þar sem að verður bara svona upplýsingaskilti og svona smá svona áningarstaður. Þessi staðsetning liggur á sýslumörkum Borgarbyggðar og Dalabyggðar og þetta verkefni sem tilkomið að frumkvæði á landeiganda langum að segja en það líklega bændur bara þarna á svæðinu en landeigandir eru að mér skilst Reykholts kirkja. En það var samþykkt að fara í verkefni fallið að einhverju hluta innan sveitarfélagsins en það ekki að ræða auka fjárveitingu frá sveitarfélaginu, heldur bara gefið grænt ljós á að fara í þetta verkefni. Kortavefsjáin þriðja mál á dagskrá og þá var verið að segja frá tilboði sem að fengum frá loftmyndum sem reka kortavefsjána nýja viðbót við kortavefsjána sem að nefnist tímaflakkið. Og tímaflakki gerir einstakling kleift að bera saman loftmyndir frá 1953 til 1975 við nýjustu loftmyndirnar. Þannig að það sé hægt að sjá hver uppbygging og breyting á samfélagi eða sveitarfélaginu hefur þróast á milli ára. Hvaða breytingar eru í byggingum og samgönguæðum og annað slíkt. Nefndin tók jákvætt í þetta verkefni og ætlaði að kanna grundvöllinn í samvinnu við skipulags- og byggingadeild á þessu verkefni. Fjórða málið eru markaðsmál 2022. Það í loftinu núna smá svona páskaherferð. Það verið svona vekja athygli á sveitarfélaginu. Stoppast aldrei hér við í páskaleyfi og nú þegar sýnilegt á samfélagsmiðlum. Og svo stendur til að halda áfram við þá herferð sem hafa farið í fyrra varðandi svona Borgarbyggð sem sumardvalarstað. Þetta í samræmi við markaðsstefnumótunina sem var gerð árið 2020. Svo það 5. liður skyldu aðkoma í Borgarbyggð. Það var nefndin ákveða að hefja vinnu við að hanna áningarstaði beggja megin við Borgarnes til að byrja með og það væri að ræða stoppustöðar með helstu upplýsingum sveitarfélagi, verslun og þjónustu og umhverfið og hvað þú einmitt getur viðhafst í sveitarfélaginu. Og þessi vinna þyrfti alltaf að vera unnin í samræmi við reglur skiltamál í sveitarfélaginu. Það var ýmislegt rætt á þessum fundi en þetta helsta efni þeirra umræðina. Takk fyrir þessa yfirferð Þórdís.
Orðið laust. Það eru ekki fleiri sem tjá sig þessa fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar og telst hún því framlögð. Þá erum við komin að dagskrárlið 26 og þar að ræða fundargerð velferðarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 125 og ætlar Silja Eyrún, formaður velferðarnefndar, að fylgja þeirri fundargerð úr hlaði. Gjörðu svo vel, Silja. Forseti og aðrir fundamenn. Já, fundur nr. 125 hjá velferðarnefnd. Þar var rætt félagslegt leiguhúsnæði eins og ég komið inn á áður í dag og fórum yfir það. Aldan framtíðarsýn starfshópur. Í nóvember 2019 var skipaður starfshópur framtíðarsýn Öldunar og þá var Aldan ennþá staðsett út í Eyju og þá var verið að velta svolítið fyrir sig hvernig framtíðarsýnin yrði fyrir Ölduna og varðandi dósamóttöku og fleira, hvernig það yrði áfram starfandi, hvort þetta yrði áfram svona saman á sama stað eða hvort það var hægt að fara einhverja aðra leiðir. Það voru haldnir 3 fundir og gerði verkáætlun sem gekk út að náið samráð við notendur þjónustunnar. Það kom svo COVID sem hamlaði mjög mikið störfum hópsins og í kjölfarið þá gripu örlögin inn í taumana og húsnæðisaðstæður Öldunar breyttust bara verulega. Og velferðarnefnd leggur því til að það verði gert hlé á vinnu hópsins að svo stöddu en við viljum gjarnan að haldið verði áfram að vinna að framtíðarsýn Öldunar á næsta kjörtímabili og sérstaklega þegar Aldan verður komin inn í nýtt húsnæði upp á Sólbakka og þá kannski meira svona hægt að fara í að móta þessa framtíðarsýn sem við teljum skipta virkilega miklu máli. Fjórði liður hjá okkur var stefna í málefnum fatlaðra og það svona svipað. Við byrjum á að vinna stefnu eða að uppfæra stefnu í málefnum fatlaðra í maí 2020 og þá var gerð verkáætlun sem byggði á samráði við notendur og fyrirhugaðar voru heimsóknir í Ölduna og búsetuþjónustuna. En þessi vinna hefur einnig tafist vegna COVID. Við höfum ekki mátt mikið fara í heimsóknir þarna síðustu 2 ár og því leggur velferðarnefnd til að haldið verði áfram að vinna að þessari stefnu og uppfæra hana í málefnum fatlaðra sem fyrst á næsta kjörtímabili. Við fórum aðeins yfir jafnréttisáætlunina og var félagsmálastjóra falið að yfirfara stefnuna með tilliti til breytinga á jafnréttislögum. Í 7. lið fjölluðum við sérstakan húsnæðisstuðning sem við erum búin að samþykkja hér fyrir í dag og breytingar á þeim reglum. 7. liður var varðandi Brákarhlíð akstursþjónusta. Þetta samningur sem við samþykktum fyrir örugglega þarsíðasta sveitarstjórnarfundi varðandi akstur fyrir íbúa Brákarhlíðar og kom beiðni frá Brákarhlíð varðandi smá breytingar á þessum reglum og var félagsmálastjóra falið að vinna málið áfram. Að lokum var farið svolítið yfir flóttafólk frá Úkraínu en undirbúningur að móttöku flóttafólks var kynntur af félagsmálastjóra og félags- og vinnumarkaðsráðuneytið hefur leigt húsnæði af Háskólanum á Bifröst fyrir tímabundið úrræði fyrir flóttafólk frá Úkraínu í 3-6 vikur, jafnvel alveg upp í 12 vikur á meðan unnið að varanlegu búsetuúrræði. Fjölskyldusviðið hefur verið að skipuleggja og sjá þjónustu við flóttafólkið, stýrihópur sér móttökuna sem hefur verið á störfum og áætlað að fyrstu flóttamennirnir nú komnir og fara ábyggilega að koma bætast fleiri við. Þórdís búin að fara mjög vel yfir þetta einnig í dag, en þetta var svona lagt fram til kynningar og var velferðarnefnd lýsti bara yfir ánægju framgang og utanumhald verkefnisins og getum vel hrósað okkur sviði hvernig þetta hefur gengið og okkar starfsfólki. Það var ekki fleira gert. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Silja. Ég held að sé alveg ástæða til þess að taka undir þessi síðustu orð, Silju. Það bara heljarinnar átak að á nokkrum dögum koma í þannig fyrir að sé hægt að taka á móti fullt af fólki á alls konar aldri í neyð og það hefur bara verið alveg aðdánavert að fylgjast með bæði okkar starfsfólki, öll eins og það leggur sig og vel unnurum víða í sveitarfélaginu. Það eru mjög margir sem hafa lagt árar á bát í þessu verkefni og þar ber kannski að nefna eins og Bifröst og Rauða krossinn og fleiri aðilar sem hafa komið að þessu.
En það aldrei, góð vísa aldrei oft kveðin og bara kem ég hér á framfæri fyrir hönd sveitarstjórnar að við bara þökkum ykkar framlag allir sem hafa komið að þessu verkefni og bjóðum að sjálfsögðu allt þetta fólk hjartanlega velkomið inn í okkar samfélag. En að því sögðu gef ég orðið laust þessa fundargerð. Guðveig hefur beðið málið, gjörðu svo vel Guðveig. Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, mér langar bara til þess að bæta því við þarna undir 8. lið með flóttafólk frá Úkraínu af því að maður á að nota þau tækifæri sem maður hefur til þess að hrósa. En ég átti samtal við fulltrúa félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins Lindu Rós Alfreðsdóttur sem hefur verið sem mest í samskiptum við Borgarbyggð út af þessu málefni flóttafólks. Hún hringdi bara sérstaklega í mig til þess að segja mig það að hún væri bara djúpt snortin yfir því hvað Borgarbyggð stæði vel að þessum málum og það væri bara eftirtektarvert hvað fólk hér væri lausnamiðað og tilbúið að bregðast við og það því miður ekki allstað svoleiðis en hún vildi bara koma áleiðis alveg sérstökum þökkum og hún, eins og hún sagði mig sjálf, hún sagði ég bara hálf klökk yfir því hvað þið eru með stórkostlegt fólk í þessari vinnu á vegum sveitarfélagsins. Þannig að það er bara ánægjulegt að heyra það og bara stolt að fá símtal eins og þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs? Þórdís, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórn, það er búið að vera ótrúlega aðdáunarvert að taka þátt í þessu og bara ómetanleg lífsreynsla sem er að fá út úr því að taka þátt í svona verkefni. Og út af því að Guðveig kom inn á hrós til starfsfólksins þá ákvað ég að koma inn á þetta líka og segja bara frá símtali frá ráðherra, hringdi mig helgina og bara bað fyrir kveðju til okkar allra bara með þennan sveigjanleika og þetta að taka þetta verkefni þessum hætti sem við gerðum og sagði sko að það væri ekkert sjálfsagt að við værum að gera en virkilega þakkarvert og til eftirbreytni. Og ég er búin að koma þessum skilaboðum áleiðis til þeirra sem eru í stýrihópnum og starfa að þessu verkefni. Þannig að vildi bara þið vissuð af þessu líka. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs undir þessari fundargerð? Svo virðist ekki vera og telst því fundargerð velferðarnefndar framlögð. Þá erum við komin að síðasta lið á fundadagskrá, hann er númer 27 og þar að ræða fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi þeirrar nefndar númer 32 og ætlar hann Friðrik Asperlund að fara lauslega yfir þá fundargerð áður en við opnum fyrir umræður. Gjörðu svo vel, Friðrik. Forseti, góðir fundarmenn, nú er ég hvorki nefndarmaður né varamaður í nefndinni en við ræddum nú þennan fund nokkuð vel á meirihlutafundi þannig að ég þykist nú hafa pínulítið vita umhverfismálum þannig að ég tók að mér reyna að skýra þetta aðeins út. Fyrsta erindið þarna á fundi nefndarinnar var framlögð afgreiðsla frá byggðaráði hringrásarhagkerfisverkefnið sem að þið hafi eflaust talað síðast og er auðvitað bara fyrirmyndaverkefni og eitthvað sem við ættum auðvitað að vera löngu búin að gera. Síðan lögð fram yfirlit yfir þá vegi sem að sótt var í styrkvegasjóð upp á tæpar 15 milljónir. Nú man ég ekki nákvæmlega hvað sveitarfélagi getur gert ráð fyrir mörgum milljónum í
styrkvegi en það kannski 15 af þessu eitthvað svoleiðis, kannski aðeins meira eða minna trúlega með að sem Finnbogi segir, hristir höfuðið. Þannig að, já, en allt mjög mikilvægir vegir, þannig að þetta er það slæmt að ekki skuli fást meiri peningar í svona verkefni. Síðan hérna málefni sem við vorum nú að samþykkja á fundinum áðan. Það er áætlunin meðhöndlun úrgangs á Suðvesturlandi og síðan kannski eina svona, já það var afgreitt auðvitað bara til sveitarstjórnar. Síðan var fekk nefndin beiðni umsögn vegna skeldýraræktunar hér í firðinum. Og ég gerir ráð fyrir að nefndinni hafi þótt þetta svona dálítið undarleg ræktun því að þetta gengur aðalega út á það að veiða skeldýr í firðinum, sýndist mér á öllu. Og ég sem skógfræðingur get kannski varla neitað að slíkt geti verið ræktun. Þetta er sett upp sem grisjun og þetta getur alveg verið að þetta sé allt í lagi en nefndin fer í sjálfu sér fram á það að fá meiri upplýsingar umhverfisáhrif áður en hún treystir sér til þess að gera einhverja umsögn, að skila umsögn þetta. Og svo að lokum þá var lögð fram skýrsla deildarstjóra umhverfis- og framkvæmda deildar verkefni deildarinnar. Var það ekki síðasta málefni fundarins? Jú. Takk fyrir þetta, Friðrik. Þá er opnað fyrir mælendaskrá. Finnbogi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Finnbogi. Forseti ágæta sveitarstjórn, það var nú aðeins þarna lið 2 umsókn styrkvegi. Ég held að sveitarfélagið sé að fá 2 milljónir á ári, það hefur verið svoleiðis síðustu ár. Við erum hins vegar ekki að láta auka peningi í þessa styrkvegi, þetta er svona rétt dugar til að efla þá og laga kannski ræsi. En það er að gera sækjum, það skadar ekki. Svo langar mér bara að ganni að vekja athygli á því að því þetta er nú landbúnaðar fundargerð. Hérna eru mættir 3 fulltrúar úr fjallskilanefnd á 8 fulltrúar sem eru mættir. Og munaði litlega að vera 4 ef 4. varamaður Framsóknar hefði ekki verið upptekinn. Þannig að fyrst tilvalið er ekki athygli á þessu. Takk fyrir þetta, Finnbogi. Ég held að framlag, sá styrkur sem kom til með að fá, eða fengum 2021, hafi verið 7 milljónir. Eitthvað svoleiðis. En þetta hefur ekki, við þurfum mikið meira, hvernig svo sem á málið litið. En þó, já, ég held að það hafi verið eitthvað svoleiðis fjárhæð, en ég ætla ekki að fullyrða það. Og það er greinilega vel manna hjá okkur í dag að fjallskilanefnda mönnum, það er líka ánægjulegt. En orðið er laust þessa ágætu fundargerð. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs. En kæru fundamenn, þá er dagskrá fundar tæmd og forseti þakkar starfsmönnum fyrir sitt framlag, sveitarstjórnarfulltrúum fyrir fundarsetuna og góðar og málefnalegar umræður og segir þessum fundi slitið.